Það bongoblíða í höfuborginni klukkan 4. Það föstudagurinn 12. september og FM 95 blöður hafi göngu sína þessa vikuna. Fullu bátur, Blöndaleiti í mínu sæti og beint á móti mér eru, tveir drengir sem eru búin að vera helviti mikið í mínu lífi síðustu, allavega 14-15 ár. Annar heitir Steindi Junior, hann komið með hár eins og moppa og með glerur sín sem hann ekki oft með og við liðinu hann með nýstrípaður Egill Einarsson. Það verið að taka sensa hérna á báða bóa. Sítt hár og strípur hinum megin. Það bara þannig. Hvað þegar nú varstu með risa tilkynningu áður við vorum með fermingavislunni í höllinni og ætlar að strípa þér, þetta orðið bara... Já, veistu það, ég hugsaði bara, af hverju ekki? Sagði við Robba í morgun, ertu með hettuna? Já, ég er með hún er hérna. Ég ekki ná í hérna bara. En þetta kallast samt ekkert að taka sjensa hér. Þú hefur verið helviti oft strípaður. En byrju, nú skil ég ekki, vorum við ekki búin að fara yfir þetta? Er ekki að setja hettuna? Var þetta ekki eitthvað 90s-dæmi? Nei, svo hettan við stendur í gangi. Þið voru rukti skammar í þeirri umræðu, sko. Hettan ennþá the shit, sko. Ára nokkri sem að senda á okkur. Þú veist, álpappirinn, hann game over. Það ekki eitthvað svona? Nei, það þegar konur fari í einhverja litun, hefði ekki. Sko, við þurfum eiginlega að passa okkur svolítið hvað við ræðum þetta fyrst innkomu. Það var fullt af fólki sem sendi eftir útilegu umræðu okkur síðustu viku. Ég fekk bara svona, ég eitthvað að ykkur. Og það var ekki eins og verið að grínast. Bara viti ekki hvað hjól í sér og hvað fell í sér. Við meiri eitt. En þú veist, en af hverju ættu við að vita það? Við erum ekki útilegu perrar, sko. Nei, en sko, við erum að reyna það. Við erum að reyna það. Nei, það er enginn okkur að reyna. Og ég. Já, okkur segir þá við erum að reyna. Okkur segir ég að reyna. Já, sko, málið að þú aldrei fer ekki inn einustu útilegu stóni, sko. Hver heldur að nenni útilegu með manni sem er alltaf 7 tímum og setn og alltaf að passa plássi fyrir allir búin að gefast upp á því maður. Veistu okkur útilega henda mér svona vel? Það er engin klukka í útilegu. Nei, en það er samt klukka að þú ætti að vera mættur á tjálsvæði til þess að ná rafmagni, sko. Klukkan er bara eitthvað. Nei, þið missu allt plássi þegar að vera að bíða eftir þér. Já, nei, ég þarf ekki rafmagn. Nú? Ef ég er á tjaldvagni þarf ég bara prímus. Það er bara prímus? Já. Ég nenni ekki að fara að ræða útilega áttur. Þú ert ekki að tengja neitt í rafmagnin, sko. Nei, í tjaldvagnin. Nei, ok. Nei, þú bara... En það bara að passa pláss fyrir þig og þú kemur síðastur inn á tjálsvæði og lappar öllum bara, er gellir í gýr, svo er eitthvað sein maður, það er líka vesin. Það er bara slottið sitt, það sem ég dyrka við samt útilegu, það sem ég komst... Takk, King Robby. Robby var að fylla hérna gulllækkelin okkar, allt upp á tíu, þetta er snillingur. Stöðu hækkun á hann. Máli er að það sem ég var bara að pæla með útileguna er að það er, ég upplifði rosalega góða tilfinningu þegar ég var bara að dýfa einhverju kjöti, einhverju sósu og hvað er þetta rugg? Nei, ég er að segja að byrju ég er ekki komin að punktinu. Nei, þú ert stundur svolítið lengi að því. Varst að dýfa kjöti í sósu? Ég satt bara þess ertu án svona mikill útilegu kall. Ég satt bara og ég var að spjalla við. Það var ekki eitthvað annar að grilla fyrir þú, annar með þetta settu. Þú var gestur þarna. Hann situr hérna og drekkur svo ofröðu og allir aðrir að gera eitthvað. Ég kom í partí þegar að Steindi þykist að vera að grilla, sko. Ég ætla að sparka honum af grillinu. Ég grillaði hamborgara. Steindi er bestur, hann situr bara einhvers staðar með ískaldan bjór og er að halda öllum glöðum. Þú ert ekki vera að grilla. Þú ert bara grínist í Steindi. Og það outsourca því. Spurðu Kela Guðbrands. Þú ert mjög góður að vera skemmtilegur. Einar Gunnarsson. Keli Spurðu Geiraslæ. Hver grillaði þarna? Akkur er bara eins og sérst að tala einhver nöfn í Andrés Andablaði hérna. Hvað meinur þú? Þetta er bara mósillingar. Keli Guðbrands. Heldur þetta sé made up names? Hann bótt að legend, sko. Veitu hvað Kela það er. Skulum ekki fokki honum að getur laðið með okkur alla, sko. Það er topp. Herru, hérna... Ég treysti honum fyrir að grilla. Ég veit ekki alveg með þig, Stóni. Þetta er svo góður punktur. Sérstaklega þú myndir sjá, þú ert til að sína honum mynda Kela. Þú myndir sjá hann að gaur. Þú hugsa strax, þetta er maður sem getur gert allt sem þarf að gera í útilegu. Hann var að spila með Bjarka Sig og bara... Það skiptir engum mál, þú bara sérð á hann. Þetta er maður sem kann að grilla, þetta er maður sem getur hent upp fellísinu fyrir þig og annað. Hjálpa þér. Hann er stemningsmaður. Svo ef maður sér mynda þér nákvæmlega núna Steindi og hugsa maður með sér, þetta er góð. Það er svo sett að vinna og bóka samt. Þú ert eins og 67 ára gömul kona. Ég ætla ekki að velja það er lúkið þitt akkurat nú. Og það er bara lúk sem ég er að leitast í. Það er bara alveg lúk. Ég reyndum mig fyrst og lítið vel. Þá lítið út eins og mamma mín, sko. Hún er 67 ára. Mamman, ég kom með mamma mín. Nei, en það sem ég var að segja, þá satt ég bara, þú veist, krakkarnir voru löngu farnir upp í. Ok, en segðu mér eitt núna. Varst þú komin á sama tíma og allir aðrir á tjaldsvæðin?
Nei, ekki sko, Nei, var ekki eitthvað smá vesen og Nei, fólk að tínast inn á sínum tímum. Þetta ekki svona skildumætni klukkan það til dæmis góðu kostu við útilegu. Ef þú fyrir útilegu, þá ekki ykkur herru. Þá verður allir mætti klukkan. Þú veist, fólk mætti bara að mættir. Ég bara ekki saman á því. Ef ég að fara í útilegu með fólki, þá bara fyrsta sem ég sagt, herru, hvernig að leggja stað? Ég ekki að fara öllum 4-leitið og ná góðu plássi, að fara í hádeginu. Ef þú ert að fara bara með kannski 2 pörum eða fjölskyldum. Þetta voru 300 manns. Og hvað heldur þú verður alltaf með 300 manns í útilegu? Nei, en ég að segja, þarna bara þegar allir voru sofnaðir og svona og ég vissi ekkert hvað klukka var. Vissi ekki komið 11, 1 eða eitthvað og það var afgangur á borðanu, þú ert að drekka, þú ert að segja sögur, allir skilur að segja brandara, þetta bara funny stuff. Og svo tekur maður eitthvað kjötbita, svona kaldan og dýfur í eitthvað gráðastasósu eða eitthvað og getur og bara geta kjöt. Klukkan kannski 3 nótt. Það ekki klukka. Það ástæðan fyrir að elska útilegu. Það ekki klukka. Þú ert búin að segja 3 og það eru að dýfa kjöt í ykkur sósu. Herru, talandi Kela, þegar við komum eitthvað inn á hann. Já, það er toppmaður. Já, hann er toppmaður. En hann stundar borgarlegar handtökur. Það þýðir basically að ef hann að labba hérna út á götu, þú veist, ef blöðan var að labba út á götu, hann myndi sjá til dæmis einhvern sjáu gaurinu það sem er á hjólinu þannig að hann skoppinu. Já. Myndar handtaka hann eitthvað? Nei, ég segi hann hlýtur að þurfa að hafa ástæðu. Nei, stundum er ástæðan ekkert mikil. En hann alltaf fór í sumarlögguna, sko, hann var lögga og hann sem að hann myndi bara sjá hann gæði vera sparki í þetta hjól. Það liggur hann á sparkið. Svo er skrítið. Það myndi hann handtaka. Já, og gera hvað? Hann myndi bara snúpa hendina á honum. En er hann með handjárn á sér? Nei, hann er bara eins og þú. Hann átti að vinna sem öryggisvörður. Hann er ekki öryggisvörður. Nei, ég að segja bara munur og honum okkur. Eitthvað verra, nú er ég Hann tekur bara fólk og ringir svo lögum og segir, ég er búin að ná hennar gauðina. Já, fyrir að sparki hjól. Já, hann var bara að sparka og skemma hjólið. En þið getur komið bara að pikka, en ég held honum. Borgaralega handtaka. Hann gerir það oft, sko. Nú er ég ekki að tala alla öryggisvörðin. Er til eitthvað verra heldur en öryggisvörður eða dyravörður sem high on life og bara langað, búin að horfa of mikið á Roadhouse með Patrick Swayze. Margir að reynt að fara í lögguna, ekki komist inn og þeir fara að vera öryggisvörður. Ekkert verra en einhver drunken authority. Það er bara versta típa sem þú lendir í. Þú mátt ekki blanda því við Kelan. Ég skal aldrei bara dissa Kela. Nei, ég er búin að segja svona 3 þetta tókmaður. Það verður bara að hafa hann góðan, sko. En má hann gera það því hann var í löggunni eða? Nei, ég meina, ég held að sko, mætti ég taka borgaralega handtökum? Já, ég held það. Ég meina, að þú sér núna bara, skilur, segjum að sé einhver þetta fyrir utan að sparki í bílina það. Eða bara frekar að brjótast inn í bílina. Já, bara brjótast. Það er ekki svona brjótast, einhvern glæp. Segjum að sé bara að brjótast inn í bílina. Þú átt ekkert þennan bíl. Nei. Þá mætti þú held ég bara að fara út og snúa niður og segja, heyrðu gamlingi, þú gerir þetta ekki og nú ætlum ég bara að hringja á lögguna og ég er með því taki. Það myndi ekki fara Það er ekki margir sem legg í það. Við þurfum að fá, sko, þetta er svolítið svo útilega umræðan, sko. Það eru glætti margir núna bara svona með borgarlega handtöku, sko. Það mátast ekkert. Eiginlega bara alltaf þegar Steiti talar þá lendur við þessu, sko. Það er alltaf með einhverja alhæfingar sem að bara. Þú beinst ekki að segja, allir úti með að handtaka hvert sem er. Þú varst að segja það. Já, sko, nei, þú veist ekki. Þú varst að segja, ef einhver að gera eitthvað sér, þá megum við handtaka. Ég segi eitthvað á hjóli, veist hann eitthvað aðeins eitthvað strengilega og snýja bara niður og handtaka. Já, og hvað gerur þú til dæmis ef einhver sem þolir mikið? Þetta er nógu þýliði. Sé bara mig og allt í hennu bara tekur borgarlega handtöku og byrja að ljúga því að vera að brjótast inn í bílinn. Já, það blöður hann, handtakan. Sko, þegar ég segi þetta svona, þá meikar auðvitað sens að það megi ekki. Pottið ekki. En sko, að því að ég hitt hann það, hann var seinn á leik, það var heimaleikur og hvað, ertu ekki mættur? Þetta var eitthvað svoleiðis. Þá tafðist hann að það þurfti að halda einhvern gæði sem var að stila tölvu. Hann var í borgaralegri handtöku. Já, hann var í borgaralegri handtöku í miðbæ. Sko, Rikki G, okkar svona reyndasti maður í útilegum, hann var að skrifa stón í rafmagnslaus og prímusgasi í tjaldvagnir, sko, maður svo eftir að grenjandur hlátri kallar og segir þarf að sjá þá útilegu helgi hjá honum. Virðist að vera þetta skammar enn en að ferðina stóð. Var ekki að senda? Já, af því þú sagðist bara verið með prímus. Já, fyrsti maður sem ég myndi ringi í ef ég var að fara í útilegu, ef ég var að fara random útilegu bara núna í næstu helgi, þá myndi ég ringi Rikku sem vil koma. Já, hann er búin að vera baki út út allt stemningsmaður líka í útilegu. Hann er alltaf með fjölskylduna með sér. Það sé að segja. Nei, þú veist þú getur ekkert verið að því þegar þú ert með fjölskylduna með þér í Richie kann alltaf að búa til glugga, sko. Hvað er ekki hægt að vera í? Ég mista þessu. Alltaf baki út allt. Nei, hvað er hvað því? Okkur spurði Það er bara að lifa heilbrigðu samlífi með húnni. Já, bara staður og stund í það. En veit þið hvað, drengir? Ég finn að það er stundum svona öðruvísi gír eitthvað inn í þjóðfélaginu. Það er núna gír.
Ég finn það er gott veður Stundar veður 12. september Það er reynda náttúrulega kannski finnum við aðeins meiri gýr í þessu fyrirtæki Því það er ásáttíðin í kvöld sko Allir leiðin ásáttíð Það er allir mökkaðir Já, mætt á Hilton Já. Og, herru, líka Við eigum landslið sem getur eitthvað Það er að gefa mér helling bara þessa vikuna Effekt, það er komið í gang Frakklandsleikurinn Ég þarf að finna bara what a man Við vorum með dagskrálið hérna sem var bara what a man Ég get sagt aftur söguna að það fekk borð á Nobu í Malibu Sko, Arfagur Láksson Hann var að tryggja það, við ætlum að byrja aftur með dagskráliðin what a man Og segja sögur Arnari Gunnlaugs Og hendur svo í what a man En hérna, samt svona ángrínsstrengir liðið lítur fáralega vel út Þetta er bara núna, sko það er hérna oftast er það landsleikja hlið og langar manni bara að æla en núna, veit ég hvernig næsta landsleikja hlið er Það er hérna Úkraína hérna heima og Frakkar heima Þetta eru tveir alvöru leikir og þetta er föstudagskvöld og mánudagskvöld Sko, ef við vinnum Úkraínu Já, ég sagði Úkraínu Erum við þá ekki komnir í umspil? Nei Jú, því að þeir voru að gera jafntefli Já, en við erum eftir að spila við þá úti og við erum eftir að keppa við Azerbaijan úti og hvað heldur þetta 3 leikir? Nei, ég er að koma inn í það en þetta lítur vel út Þetta líka bara alveg rós á landsliði djúvill var ég ánægður með þetta Gamla sig Guð Johnson skorað með Djúvill var, já Og hversu pirrandi þeir tóku seinna markið af Íslandi Rétt snerti treyjun á honum bara koma alltaf við Þetta Hann var ekki eins og að biðja neitt Var ógið En hérna, það var Mbappé Glemdi Veistu ekki hvað hann heitir það? Það er það líka sko Mbappé Nei, ég veit það, þú ert ekki eins og grínast Veistu ekki hvað maðurinn heitir? Hann heitir Mbappé M og B Mbappé, já Það er rétt við Jésús Hvað? Þeirra með margar háskólagráður til að hanga með ykkur Nei, bara kannski þekkja stærsta fótboltanafn í heimi Já, hann töða þetta í gegn Hann fór beint í dómaran og af því að hann er hann þá náði hann að fá þetta í gegn Við skráðum hann í þessu hálfvita Þetta er eins og ég hent á Twitter Þetta er aldrei verið dæmt hinum einn bara glænt hann að Frakkar að þau misti þetta mark sko Þetta verður bara sem fuel í næstu leiki Þetta óréttlæti Já, þannig að við ætlum að rósa íslenska fótboltalandsliðinu Þetta var alvöru gluggi og maður er komið von aftur Ég er bara eins og núna, ég er 100% að fara á hérna Úkraínuleikin Má ég bæta einu við þetta því að ég veit Dífa kjöt í sós þetta djútilegu Viltu koma inn á það í fjórðasinn? Það er komið Ég er að segja hérna því við tölum Ég held að þú elskir bara að dýfa kjöti í sósu Ég held að hann elskir bara að dýfa ykkur Pensin á honum Mást að vera pensin á honum Nei, ég er bara að spurja Átt ekki að vera, ætlum við ekki að reyna að vera 15% Þroskaður í ár Nei, það er blöðkastinu Já, í blöðkastinu FN95 blöð er bara sex, drugs and rock'n'roll En í blöðkastinu þá eins og að tala um að dýfa hlutum Eins og að segja þetta Átt ekki svona, það er enginn að tala Þú búið að segja svona Þú búið að segja svona þeim sem er dýfa Já, kjöt í sósu sem er líka hálf ógslegt að segja Herru, en það er líka bara stundum Ok, ég verð að segja þetta Það er stundum sem þú býtur eitthvað í þig sem að verður að koma fram Ég teki eftir þessu, við erum kannski byrjað að spjalla með ganna og komin einhver alltaf aðra umræðu Þú bara sónar út og býður þá þú getur komið aftur inn á að dýfa kjöt í sósu sem skiptir engur mál Hvaða máli skiptir það? Það er gaman að dýfa sósu í kjöt Það er bara kjöt í sósu Ég var að reyna að búa til heiminn fyrir ykkur Svo þið getið séð fyrir ykkur stemninguna Ég hef oft verið í útlið Já, en þú hefur ekki verið í fortjaldinu í kjötinu Þetta er geðveikt Bara með nammi og bara og bara djókar Já, rauðvín og allt um tíu En það sem ég ætla að segja Ég sagði því í blöggustunum Ég langar að segja þetta hér líka Því að með heimaleikina Nú er heimaleikur á móti Hvað er ekki Frakkandi næstu? Nei, Úkraína föstudaginn 10. október Já, það er bara mjög stutt í það Það þarf að vera uppselt á þann leik Höfum þá hreinu 100% Og það þarf að vera alvöru læti og grifið Við þurfum að peppa þennan leik Akkur færð þú ekki bara svona trommu og mætir? Það fara bara í 12-una Já Ég get líka bara mætt og hort á leikinn Já, en það væri svona power Það setja blöðarinn í 12-una Ef við myndi sjá þig með eitthvað svona íslenska skikju og með trommuna og þú veist, þá væri, við sko, stemningin er rosaleg Ég skal alveg taka leikinn með 12-una Já, ég líka Herru, en það sem ég er að segja er að heimaleikurinn gerir mig greiða Nú ég beð ekki landsliðum margt, sko Hef ég eitthvað til að beða landsliðum greiða? Ekki sömurinni Bara landsliðum greiða Jú, öruglega þurfum við áttum séns að komast hérna áfram þegar við fórum á EM 2016 Það voru náttúrulega með FN95 blöð sko Já, reyndar Þú öruglega beðum greiða þá Pottjett Býstu það greiða? Já, að lappa
labba frá hótelinu niður af því að við höfum ekki rætt þetta hér. Nei, Hvað var þetta að segja hann vill að þeir lappi og allir áhörðinu sé, hann vill búið til svona einhver Nei, ég vil búa til En stemninguna. þú lendir í svona leiðilegu fyllibittunum Já, það sem stígur á öklan bara á hákonu og hann er átt Keli snýr það lið niður, sko. bara borgarlega handtaka Já, en ég er Og að svo segja stoppar alltaf eitthvað fyllibittu það er og fókast sér dós í hausinn og strákar, gleymdi sér hugmynd. Þú veit að er liðið vaktað eitthvað. Þú veist, þeir lappa ekki bara yfir eitthvað. Þú veist, það er alveg, ég er að meina bara að þeir lappa yfir okkur tíma og það eru bara allir sem eru basically að lappa samferð á völlin og eftir liðinu. Pældi í hvað er sker í dæmi þegar liðið mætir og bara Hittlið sér það ekki liðið er að mæta, það er 20.000 manns með þeir. Hefur séð þig labba í dalinn á þjóðutíð það er svona 600.000 selfies og þú færist 1 millimetr á klukkutíma. Hvað er það sem ekki að liðið sem stoppa það landslið mynd? Já, þá er þetta bara bannað að fá selfie og fá það eftir leik. Ef ég var að byggja landsliðin greiða þá var það að vinna leikinn föstudaginn 10. október en við viljum að fara yfir þátt dagsins og það er sko þetta gæti verið einn af þessum þáttum sem við komumst ekki allt þetta er það þétt við erum með spurningakeppni Gilsarans hvað er að tala um þar King of being weird Hefur það verið áður? Nei Þessi getur við seasonal Steindækt að vinna það Báðir mjög skrítnir sko Málega, þetta er 50-50 Steindir aðeins skrítnari Er það ekki? Nei, ég sverða, ég bara Þú er skrítnar en ég Þessu 67 ára gömul kona í dag Þú ert að tala um þá það segir sér skrítin í útliti Það er ekkert skrítin í útliti Það er allt annað Þú veist, veistu hvað Ég hugsaði ekki eins og keppnin gæti verið útlitslega tengt Nei, hún er ekkert útlitslega Ég ætla að vona ekki Ég hugsaði það ekki En myndir ekki segja svona heilt yfir að þú væri skrítnar en ég? Nei, strákar, ég er að segja ykkur núna Ég held að hlustendur vitið ekki Hlustendur fattir ekki Hvað? Ég er með ykkur, vinni mínum sem eru vana föstustu menn í heimi Þið verðið að sitja á sama stað í sömu stólum Þið verðið að, það má aldrei sko, þið eru rugglaðir og Skrítnir menn eru það líka Menna þá skrítnir? Nei, að minna að þú segja mig bara, við ætlum að fara að borða og ég bara, ekki og við ætlum að setjast hérna Já, þetta er bara stól Já, ég geri það líka Þetta er bara stól Þetta er bara stól En þú veist, ég veit ekki, ég held að ég sé svona, jújú, kannski svona hljóman eins og ég sé ykkur favorite en ég held að þetta muni koma óvart Ok, talandum að koma óvart Íslensk slúður Don't call it a comeback 2 vikur í röð Shit Það er alvöru Þannig að það er slúður í dag Já, og þetta er einhver sem er laumað mér að Helgi Rafael væri Já, þetta er Töframæðurinn Óli Þetta er The bad boy of magic Þetta er sem það búið að senda mikið varandi Helga Ég laki til að heyra hvað er að frétta á honum Já, því hann er búin að vera í dvala en hann er komin aftur, heldur betur og svo er líka sem sagt eitt bróður hans komin inn og það er margt að gerast í þessu Ok, ég vissi ekki að þetta er bróður Nei, bara gefa fólki svona innsinn inn í töfraheimi núna af því að mér fannst að við hæfið að taka þetta og senda þetta mikið og svona og líka af því að við náttúrulega erum með töfraþema í bingoðunu á sundaginn Talandi það má ekki gleyma að plugga því Það er haustbingo blöðkastins á sunnudaginn klukkan 19:30 beinni útsendingu á vísi.is og Vísir sjónvarp og já, þetta átti að vera síðasta sunnudag en það bara tækni verið eitthvað að stríða okkur hann er núna á sunnudaginn alvöru sunnudag sko, það er KR Valur það er hérna Manchester United, Manchester City og svo bara hendur í bingo Já, það er frumsýning á sko KR Víkingur Það eru blöytur sunnudagur í fólki Já, svo líka sko skemmtilegt að því að það verið að sína nýja seríu Brjál Já, það er á föstu Það er á sunnudag Það er á sunnudag og hann er þátturinn er búinn á mínútunni þegar bingoðu byrjar hann getur tekið þáttinn beint í bingo I like it Það er nýja seríu eftir Sigrún Kjartan sem að Halldór Gylfa er að fronta og ég fór að sjá fyrstu 2 þættina og þetta er mjög skemmtilegt Ég er mjög peppað Ég er ekki alveg hlutlust Ég er að leika í þessu En þetta er serían hans Hilmi Snær líka og Ilmur og þetta er mjög skemmtileg þættir og það koma 2 þættir líka inn sem er gaman að því að þá nær fólk að horfa 2 í einu aðeins að kynnast karakterum og svona 2 þættir inn á Sín Plus á sunnudaginn Við erum líka með nýjasta lið FN95 blöð sem er Hver er nær og svo gæti verið ég hendi ykkur í nýjan lið sem heitir Hvor gerir betur það er King Hugi Halldórsson sem á hugmyndina þeim lið og svo gæti einn virtasti liður FN95 blöð frá upphafi Sturlaða staðreyndir líka dottið inn þannig að það er nóg að vera hérna hjá okkur í dag drengir en ég er að spája að byrja þetta á lagi sem að ég hef rætt áður hér skil ekki okkur þetta er ekki langvinsælasta lag Íslands í dag eða bara í allt sumar og svo sá ég eina línu því að lið frá Keflavík
Það oft með góða frasa. Ég sá á Twitter einn af okkar bestu mönnum sagði, herru, fylgist með þessu lagi, þetta alvöru sinnep. Getur þetta að fara að stela því? Kalla eitthvað alvöru sinnep, það gott. Alvöru frasi. Hér kemur alvöru sinnep, þetta Úlfur og Sumarið. Topp tónlistarstöðin FM 957 Sumarið það sveik mig sem áreinda kannski ekki við alveg, núna var þetta ekki fínasta sumardrengir en lagið í ruglunu. Herðu, Alvöru sinnep. Já, þetta er sko sinnep. Þetta er alvöru sinnep og ég ætla bara að hrósa Úlfunum núna. Þetta var besta lag sem ég heilt Þetta skaffiringar sko. Já, en þú veist, ég meina, ég er búin að vera long time fan, fattur alveg from day one og allt þetta. En plata þeirra, Svartur skuggi, sem kom út núna nýlega, hún er sturluð. Fimm alvöru lög. Já, þetta er bara 5 laga plata, þannig að hérna, þú veist, og fólk er ekki nema kannski þá bara í svona 20 mínútur að renninni, þannig að ég mæli með því að fólk taki hérna plötuna og renninni nokksun. Þú þarfst ekkert að kenna skaffinningum að búið til tónlist. Tjekka bara Geirmundur Valtý, Sverrir Bergmann og Úlfunum og fleiri. Og blöðurunum. Og blöðurunum. En ég ætla að fara í slúðupakka dagsins, drengir. Reyndar áður fyrir slúðupakkan. Það er mikið að slúðurinn núna Charlie Sheen út af þessum heimildamynd, þessum 2 heimildar þáttum á Netflix. Er þið búin að horfa á það? Nei. Ég tók það ekki þetta er áhugavert sko. Já, hann er búin að vera edrún í 7-8 ár og er að rifja upp alveg sögur og svona sko. Já, kemur hann, þú veist, vel út úr myndinni eða illa, þú veist, er hann partur, er hann að framleiða myndina, fattur? Nei, hann segir frá öllum og það er ótrúlegt hvað hann lítur vel út með við ruggli sem er búin að vera á honum bara öll þessi ár. Já. Og þetta er náttúrulega mjög merkilegu ferill, þetta er hann er stórkostlegur grínleikari, hann slæri gegn sem bara dramatísku leikari, bara Platoon sem er til þess sem vinnur Óskarsverðlaun sem besta myndin sem er bara svona stríðsmynd og fleiri og Wall Street og aðra myndir, þannig að ég mæli með, mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Og geðslega skemmtilegur leikari. Það kemur fram, En kemur fram og hvernig hann ætla að fara að leika eitthvað? Nei, enda ekki þannig sko. Ég held að sé alveg ástæð fyrir hann ekkert búin að vera í fjölmiðlun núna í nokkur ár. Ég held að ég til í alveg Charlie Sheen mynd núna. Já, það sko kemur fram í heimildamyndinni. Vitið þið hver var sá sem að djammaði mest með honum þegar allt var upp á sitt versta? Og hann er ekkert að skafa af þeim sögum sko. Hvað er með það? Nicolas Cage. Það er teimið. Charlie Sheen og Nicolas Cage voru all inn í ruglunum saman. Þegar hann fellur þá var það því hann sefur heima hjá Nicolas Cage og sá bara einn ískallan bjór í ískapnum og fekk sér. Og bara Charlie Sheen og Nicolas Cage all inn. En byrju hérna, en sko var ekki Charlie Sheen bara fann að reykja krakk? Jú. En ég meina, sjögrömm bara. En Cage var ekki til því. Var ekki Cage bara fyllvita? Var hann líka kunni krakk? Hann var í eitthvað rugli. Ég veit ekki hvort hann har verið í krakkinu en þetta er áður held ég hann byrjar að kynnast krakkinu. Það eru nokkri leikarar sem eru bara að geta eiginlega, þú veist, eins og Cage, að þú myndir fara núna inn á IMDb, hann er búin að leika í svona 40 myndum á síðustu 3 árum og, og við glemdum eins að Charlie Sheen í þessar upptalningu. Það eru menn eins og Nicolas Cage, Adam Sandler, Charlie Sheen sem einhvern veginn þeim er fyrirgefið alltaf. Ég held að það sé meira bara, þú veist, já það er ótrúlegt sko. Já, og bara, það er eitthvað að bara fólk tengir. Já, ég ætla að fara í slúðupakkan drengir og ég ætla að byrja á Sam Asghari og Kevin Federline. Vitið hvað þessi menni er sameiginlega drengir? Nei, ég hef hýrt Kevin Federline deytaði Britney Spears. Hann ekki bara deytaði hana, hann giftist inni og þetta er rétt jákli ekki ánum hálft stig. Þetta eru fyrrum eiginmenn Britney Spears. Takk. Og þeir, ég segi nú ekki búin að vera bífa en Kevin Federline er núna að gefa út bók líf sitt sem hann náttúrulega væri ekki frásögu færandi, hann ekki kynst Britney Spears en hann má ekki gleyma því. Það er ólíkjald maður að setja í Arneldin að renniði bókina hjá Kevin Federline sko. Hversu hérna það takar í flugvél inn í headphone-unum. Mér finnst þetta, ég veit ekki þessa bók, kannski er þetta bara góð bók en mér finnst þetta hljóma rosalega ljótt ef þetta þannig nú ætla ég nefnilega aðeins að taka upp hanska fyrir Kevin Federline en ef þetta þannig að því að hún er að eiga bara hræðilegan tíma núna og hann ætlar eitthvað stökk á það og hann selja einhverja bók þau ég held að auðmingin í þessu er þessi Sam Asghari sem er líka fyrirhandi eiginmaður Britney Spears og hann hefur örugglega verið að hugsa saman ætla að gefa út bók eitthvað því hann kemur fram með eitthvað diss þegar hann fyrir eftir að Kevin Federline sé að fara að gefa út bók og segir bara eina sem þessi maður er a professional dad og Kevin Federline, he ran with it hann bara, já, það er bara nákvæmlega sem ég er það er sem ótt að vera í fyrsta sæti að vera pappi hann er svolítið að jarðan því að við verðum að gefa Kevin Federline það, hann er búin að sjá börnið þeirra bara í öllu ruglunu hann er bara með köstur í og þannig að fyrir mér, ég ætla ekki að fara að rakka niður Kevin Federline Nei en þessi Sam Asghari kannski hann bara frábær já, ég held að hins vegar algjör auming hvað sagði nafnið honum var þetta? Sam Asghari
Hann giftist henni líka Sam Asghari En hvað, en þú veist Hann er en asshole Ok, já, Það sé ég held huggulegi það. hann, ég mættur hún og séð þið fréttum myndu En ef hann- Huggulegur en en asshole En Já, ég held þú veist þá, ok, ef hann er að gefa út bók hvernig er bara búið að vera einstæðu faðir og eitthvað svona Já, og bara hafa verið í kring Já. Þetta gæti alveg verið áhugaverð æfis hjá Kevin Federline já, kannski, en ef þetta er þannig að það eru 20 kablar af 30 sem fjalla bara veikindin hennar, þá finnst mér þetta lélegt. Hann er náttúrulega ekki að fara að fjalla veikindi hennar. Hann er örugglega að fara að fjalla bara sitt líf frá því að hann kynnist henni ég veit ekki. Já, ne, ég meina, ætlar að lesa þessa bóka? Nei, aldrei. Eins blöð var að fara í það Ætlar að lesa hina bókina? Ef að Þorgrymur Þráinsson kemur ekki nálætinni I'm not in. Herðu? Tokki maður. Já, ég held sem hún að lesa alla bækun hans. Já. Lalli Ljósastur tvísvar held ég. En Það er alveg bók. Já, Tárbrós og Dakaskor. Já, ég er með eins og útastátt sem er Tárbrós og alkohól. Rosalega nafn á þætti. Í gamla Svo er nýtt par, drengir. Ég myndi segja að þetta væri vel above average myndalegt par. En Austin Butler og Emily Ratajkowski eru vist að stinga saman nefjum. Þú ætlar að segja Austin Powers, víst. Já. Ég hefði viljað fá eitthvað það. Já, herru, Hvað er þetta Austin hvað er að Powers? frétta Mike Myers? Er ekki verið helvítið lands að hann getur eitthvað að bíó En ekki bara eitthvað slaka á og að telja að segla. Austin Butler og Já, sem að leik Elvis hérna eru myndræðum, þið vita alveg hverju þetta eru og hún er Ég bara veit ekki Motel. hvað þetta eru. í alvörunni, Ég ætla að sást heyra ekki það. myndunum Elvis hún var geggjum. okay. Hann var rosalega þar, já, þau eru sem sagt búin að vera að fara á okkur Hann veitingastæði og hvaða gæla segiru Emily Ratajkowski, Ok. síðan, hvað sjáu þið? Ég horfi bara- eiginlega sko, ég horfi eiginlega bara á Mortal Kombat með Christopher Lambert 95 og Billy Madison til skipti sko. Þú veist náttúrulega bara ekkert hver neitt er. En það horfi ég líka Ángríns. bara á svona 3 Þú ert svo myndir. virkir Ég horfi bara á svona 3 myndir. Veit ekki, reyndin er sko Já, sko, hvað og- trúður að Svo er þetta bara hérna í lokin að það er þið með Justin Bieber á Instagram? Nei, það sjálfsögðu Já, fólk hefur svona smá áhyggjur af honum og, Hann ég er held ekki- að hann er ekki að vanda sig mikið í myndunum Nei, og hann er líka, hann dælir inn Hann tekur mynda sem er hór og close-up og postar inn sko. Já, hann var á Segway á brókinni og svo allt í henni var hann búin að láta Já, loka en eitthvað Tidy stað Whities. að syngja eitthvað lög og eitthvað, hann er svona Rúrik er ekki ánað að sá hann við Tidy Whities og þessu heldur að Rúrik myndi Svo gefa henni ógeðslega- sama lesturinn og gaf Pétri Jóhanni? Já, 100% Þú varst með honum í lesturinn sko. En byrju, ef að hérna ef að Justin Bieber er í Tidy Whities er hann ekki trendsetter? Nei, hann alltaf er núna í skrýtnum stað sko og hann er að vara maður sér það alveg. að vara segvi hjóli í Tidy Whities sko, ég sé ekki þetta bara það er ekki að kaupa Tidy Whities þetta atriði sko því miður Myndu, ef þú og Rúrik myndu hitta núna í einhverju brúðkursveislu sem þið myndið einhvern veginn Já, já. bara dett inn á og hitta hann á baði, verið í skálinni með Nei, ég honum myndi aldrei þó að segja neitt við hann. myndu við gefa hann lestur hann fyrir ætti að þessu hafa nafni? efni á Versace sko Já, hann bara ofísli vill verið í þessu Já, nöfnum að þetta er ég þægilega held að sé bara það en það er miklu ruggli núna hann bara fari í eitthvað og Sko það sem að ég held að þetta sé eins og Tidy það horfur á Whities. heimildamindunum hérna Charlie Sheen, það er alltaf eitthvað fólk í kringum þessa menn, ég held að það sé oft, þú veist, bara sá sem að er að sjá Instagramið hans Já, bara slögt á ég held að sé síman bara enginn að sjá Instagram sko. hann er bara einn með síma sinn og Nei, það er alltaf að vera eitthvað sem myndan. að posta svo hórmyndin hann að close-upið sem ógæst að mynd sem ég séð sko Já, en það er alltaf einhverja myndan Þú veist, hann postaði bara þessari mynd hérna Er hórað með það? Já, veist hann er með hór og ekki rakaður og bara allt niður þessi Já, það er reyndar, sá ég einhvern tímann að sá ég las daginn að það er trend núna að vera með ljóta myndir eða veist Já, ok, þá reyndar meikar þetta senn sko Þetta er alltaf þetta var slúðupakki dagsins, við skuldum auglýsingar svo meiris að glemdi hérna í upptalningun áðan að við erum með klefa, það er skellt á mig, við ætlum að fara í hann hér eftir auglýsingar en fáum fyrst bestu auglýsingar sem hafa komið í F9 blöð sem er það FM 957 Topp tónlistarstöðin. Það held ég fallega fólk þeir að hlusta FM 957 blöð á FM 957 og við erum ekki í beinni núna við steindi því við erum hérna inn í klefanu góða Já. Við erum búin að lofa að fara að bæta þessi klefana virka klefan Já, en það er búin að fá skammir en við vorum með klefa líka síðast Ég meina, við hlustum þegar fólk skammar Já, við hlustum á okkar hlustendur, það er bara þannig og það er einn liður sem að er alveg reglulega beðum Já. og þetta er mjög gamall og góður liður Já, já. og hann heitir Skellt á mig Já. Hann byrjaði með okkur Pétri á sínu tíma Já. í F9 blöð og þetta er ekki flókið þó að Steindi áðan og til að flækja hann að lesa svolítið Við hringjum, það er tími í gangi og Og þetta er bara hvor er og undan að láta skella á sig já,
Þannig að hérna, hvað er metið í þessu? Ég man að þú varst ykkur tíman á rosalegum tíma. Sko, það er bara eitthvað nokkar sekundur, en þú hefur líka verið í 3 mínútur að reyna að láta skella það, sem er ótrúlegt. Það var þegar ég ætla að heyri ykkur tannlækni sem væri að bora og allt í rugli hjá honum, en þá svaraði hérna, aðstofamæður og síma. Já, það er ekkit bara það, þú er átt með okkur símtöl sem að ég bara, hvernig getur þið verið svona lengi? Þetta á ekki að vera hægt. Nei, ég ætla líka, ég er með plan. Ok, ég er ekki komið, já, ég þarf að hugsa plan. Viltu þú ekki byrja, því ég er ekki með plan? Jó, ég get byrjað, ég segja það frá planu. Nei, Ertu viss? ég er bara, eina sem ég þarf að gera er að byrja þetta á skeikklukkunni og Leið mér að segja það. ég vil bara heyru það. Ég ætla ekki að því, nei, ef þetta er lélegt plan, þá myndi ég segja við þig, ertu eitthvað, okkur gerum við ekki eitthvað annað, en ég er í keppni við þig. Ok. Þannig ég vil ekki vita planið þitt. Það eina sem ég þarf að vita er, viltu konu, kall eða fyrirtæki? Býttu nú við. Ekki fyrirtæki. Ekki fyrirtæki? Nei, ég þarf að fá eitthvað fólk út í bæ. Þú ræður, ég þarf bara að fá fólk út í bæ. Eitthvað fólk út í bæ? Já. Ok, Í fjölbýlishúsi. Í fjölbýlishúsi? Já, það verður eiginlega að vera fjölbýlishús. Ok, kona eða kall, er alveg sama þar? Já. Ok, þá ætla ég að ég er nefnilega sniður. Já. Konur, þær hanga meira á línu. Þær eru hérna þolinmóðari. Ok. Ég ætla að láta það fá hérna. Það er ljótt, þá þarf þú líka að þú ringir einstaklega. Ég spurði þig hvort þú vilt. Fæ ég þá ráða? Konu, já. Eftir? Nei, ég er bara að finna eitthvað sjálfur. Er þetta tilbúin? Já. Þarftu nafnið hann? Nei. Nei, ok. Býttu eftir að ringi konu? Já, en þú veist að ég græði á því. Nei. Jú. Þú vilt vera eins stutt og hægt er. Já, en konur hanga oftar, þú veist, kallar skella bara alltaf á eitthvað. Já, þú vilt átt að skella þig. Já. Liðurinn heitið það. Ég skilði núna. Ertu? Já. Halló. Býtu. Ég er með tíma ready. Já, ég held ég að vera að missa tíma hana. Ég ætla að vera snöggur, sko. Ég ætla alltaf að vera snöggur núna, maður. Það er að reyna að ringja hérna, ok, tilbúin. Já, Halló. Afsæk, halló. Halló. Herðu, þú verður eiginlega að svara. Nú er tíminn alveg, skiptir öllu hér. Halló. Afsækið. Halló. Tilur þetta með? Halló. Hvað? Gleymdu hugmyndinni að þetta sé með, sko. 40 sek. Nei. Það svaraði bara einhver, gleymdi að hann hafi svarað. Heyrðu nú, bara einhver manneski að vinna í 12. Djöfull er þetta ósangjant, maður. Ok, af því að þetta. Já, ég skal gefa eitt séns. Er það ekki? Já, bara eitt séns. Ok, tilbúin. Já, góðan daginn. Heyrðu, nú er maður orðin stressaður, maður. Heyrðu, ég er hérna, býð í sama húsi. Já. Og nú er byrjað að leka hjá mér hérna. Mjög lekur öll íbúðin. Og ég ætla, já, þetta er bara staðbundi, sko. Þú þarft ekki að ágjöra lekanum. En ég ætlaði bara rétt að... Hvað erstu í húsinu? Ég, bara hérna á annari hæðinni, sko. Herðu, en hérna, ég ætlaði bara rétt að tjekka, það skiptir ekki alveg öll, ég ætlaði að tjekka á þér hvort það væri möguleika við fjölskyldan getum fengið að krassa í kvöld. Fengið að hvað? Fengið að krassa í kvöld, bara ég og konan og 2 gríslingar. Ég skilur ekki alveg. Jú, koma maður, bara hvort við mögum gista í nótt. Bara fjölskyldan, það fyrir lítið fyrir okkur. Gista hjá mér? Já, er það ekki? Já, Ég veit bara ekki. Nei, bara við myndum gista hjá ykkur bara í nótt við fjölskyldan. Og frændi minn líka sem er að koma frá Dalvík, hann reykingamæður. Ég er bara ekkert plast, ég er að fá gest í kvöld. Já, ok, hann er alveg strombreykinmaður og allt. Hann er með eitthvað vinn sinn líka með sér og það er fyllibitta og allt í rugli hjá okkur öllum. Ég er bara á gest til mín í kvöld. Já, það er allt í rugli hjá okkur, þetta er bara alveg rugglu fjölskylda. Þannig að þetta er alveg mjög sniðugt að vera ekkert að hlusta á þetta. Hvað heitir þið? Það skiptir nú ekki alveg öllu. Nei, það skiptir einhver. Nei, er þetta ekki alveg, þetta er fráleit hugmynd. Þú var bara að tjálta hérna úti. Já, auðvitað. Góð nótt. Nákvæmlega. Já, sammála. Það er ekki lána herbergi niður, bara fundarherbergi, það er bara það fínt. Já, nei, og það er alveg þvílík óregla okkur með, það vil lengi fá okkur neitt. Já, þeir eru að dansa ykkur. Já, þetta er bara eitthvað vitsingur, ég er bara algjör vitsingur sem er að hringja núna. Hvað gerir maður að vera svona vitsinga? Nefnir maður eitthvað að hafa á línunni? Það er ágætt að einn hérna tekur þú út.
En maður nennir ekkert að hlusta á svona vitlýsing, sko. Já, þetta fínt að heyri þér. Já, ok, er það ekki? En þetta bara, það veist ekki að gefa rauðkvöldu tjálfinni. Nei, maður... Já. Það hefði ég láta þeir það. Ég skil ekki, þetta er alveg tónt rugl á okkur og ég er vitlýsingur og allt, maður á ekkert að hlusta á svona vitlýsinga. Þannig, Já, maður skemmtileg nú ekki á svona skemmtileg tól. Jú, gerðu það. Það er ekki oft sem maður fær svona hressilega upplýkingu. Nei, það væri nú samt alveg eina í stöðinu held ég, sko. Já, allir við endum ekki á því bara að segja bless. Jú, er það ekki? Ég held það bara að sveimi það. Ég nákvæmlega. Ég vonu gangi, ég reynda auðvísettir hérna á netinu bara. Já, ég gera það. Aftur að við nú. Ok, takk. Bæ. Hvað var tíminn á þessu? 2:45. Það er... Hún hekk á línunni, sko. Hvernig er hægt Steindi að vera svona lélur í Eina er þetta var svo góð kona. Hún var alveg Sko, símtalið þetta sem hann var ekki að tala við, það var 40 sekund, þú heimtaði strax annað, þú varst 2 mínútur lengur. Þetta er ótrúlegt. Ég held að ég myndi vera svolítið svona Ég skil ekki hvað þetta var svona Nei, leiðis. ég væri tæpur og ég var líka að mæta með frænda minn sem vill bara fara í ískalt remulaði báð og reykja pakka inni og eitthvað. Ég held að við skellta mig strax. Já, þetta var alveg svaða símtalið hjá þér. Anskotin maður. Ég er bara ekki, ég held að sé svo margir sem eru núna að hlusta á þetta, sem eru átt að sjá það bara hversu lélugur þú ert í þessu. Það sem böggar mig í þessu er að í staðin fyrir að skella mig, eins og flest allir er gert, þá sagði hún bara, heyrðu, gaman að fá svona skemmtilegt símtal. Hún er bara gaman að fá þetta símtal. Hún var að hanga, herru, það var nú ekki mikið til að bæta þetta ef ég er í 2:45. Herru, ég ætla að fara bara í þennan hérna. Herru, taktu nú sér, farðu það bara í fyrirtæki. Það er miklu erfiðara. Nei, ég fyrir bara, ég er að keppa við. Tjöfull, er þetta lélegt maður. Halló. Já, ég er að leita óþekkum strákum fyrir OnlyFans síðuna mín, ertu til? Nei. Þú getur rukkað það sem þú veist og gert það. Hanna! Sekundur. Þetta munaði ekki nema 2 mínútum og 38 sekundum á okkur. Þetta er ótrúlegt. Þetta er eiginlega bara rannsótt. Ég er körst í þessum lið. Nei, jú, þú það ert er ekki staðan. körst. Ég lendi bara á fólki sem er bara í vaknaði gýr og nennir að spjalla. Fyndna er að þú komst inn í klefa núna og sagðist vera með svo góða hugmynd fyrir skellt á mig. Já. En þetta var skellt á mig. Ég held að ég hef alltaf vunnið. Kannski hefur tekið ykkur eina keppni, en létt var það þetta. Ég man ekki eftir hvort ég hef vunnið. Þetta er alveg, ég heimta rímats. Nei, þú ert bara að heimta það oft. En eins og ég segi, þetta var skellt á mig og vonandi höfðu gaman að þessu. Topp tónlistarstöðin FM 957. Það er eitt gammalt og gott hér í FM 957 Cry Me a River, Justin Timberlake. Þetta er nú ágætis lag hjá honum. Hann áalveg er samt eiginlega that boring. Er það? Já, mér veist það bara mín skoðun. Þetta er alltaf að fíla þetta. Hlutabréfin hafa lækkað, sko. Þau hafa lækkað eins, en hann á smelli. Það verður að viðkennast. Við erum að senda shoutout á Ívar Guðmundsson. Hann er komin í sterkt á leiðin ásatíð og hann baði góðan þátt. Hann kom með vodka í orkudrykk og er að keyra sig upp og kærleiskveðja á Ævar fucking Gudmundsson. Já, það er bara, þú What a man. Jesus Christ. Hann er með betri manneskjum á Íslandi. Já, Jesus, Hann er Ívar. alltaf í gýr. Já, þetta er snillingur, en það er hins vegar komið að dagskrárliðdrengi sem er einn nýjasti liðurinn í FN 957 og heitir Hvor er nær? Steindi er heldur góður í þessu. Hann pakkaði saman síðast. Ég byrjaði stert, vann 3-0. Hann tók við 3-0 síðast. Hefur hann reykt mig? Já, Ég var ekkert eðlilega góður í þessu ég byrjaði. Við þurfum að senda þér svörin, já. Við erum tilbúin með síman. Ekkert eðlilega góður í þessu. Já, er þið tilbúin með síman? Já, til að senda svör. Já. Held það. Ok, þetta eru 3 spurningar og drengindin að reyna að vera sem næst svarinu og ég byrja á Charlie Osborne og hann er ekki tengdur Ozzy Osborne en hann á mitt, hann var með lengsta hyggsta allra tíma og ég spyr hvað var þessi hyggsti lengi hjá honum? Það myndi svona skjóta á. Maður séð ykkur að fréttir að einhverju verið með þetta í mörg ár, mætti ykkur að spjallhætti og allir að taka hyggstan af honum og álfuru ves. Þetta er ekki 2 vikur sko, þetta er eitthvað álfuru. Það var Gæi Simpson allavega. Já, kill me. Þessi Þessi hlýtur að verið með þetta í 30 okkar þar.
Sko 30 okkur ár Nei, sko í Simpson þetta Það er teiknimynd sko Já, Þú veist hver Homer Simpson Nú er var hann ekki? að fokka í haustum á mér hann Stóni Ég ætla að segja miklu minna það sko Já, ég meina Það er reyndar sko að vera með hyggsta er eitt af versta sem þú lendir í sérstaklega ef þú ert að fá þér í glas því það er ekki hægt að taka það alvarlega það er bara, þú getur ekki einhvern veginn útskist og sérst ekki fullur eða út með hyggsta og ert að fá þér Það er lélega ég er ekki orðin svona fullur sko Ég sé ekki mikið hyggsta Ángrín svona, ég veit það ekki 20 ára Ég fekk hyggsta í Manchester og það var viðbjöð ég held að þeir eru ofuröfli Já, það þýðir að sé einhver að baktala þig Já, svo segir sagan En máli er að sko, það er ekkert verra lúk en að vera fullorðið með hyggsta Þá verður þau bara að fara eitthvað til hliðar og haldi í randanum og drekka vaskast og golfi Ég reyndi þetta allt úti, ekkert En helstu andanum inni eins lengi og gast svona 4 sem Já, næst ég liði yfir mig Já, fór hann ekki Henni hefur reynt öll þessi trikk En hefur þú prófað, þetta er náttúrulega bara eitthvað lofteldi Hefur þú prófað að taka vassopa og standa á höndum og kynkja þig Ef þú drekkur vassopa og brúsaði eitthvað Svo ferðu og lætur einhvern halda löpunum að röfið og stendur á höndum og lætur einhvern og kynkir á kvolfi þá á hyggstinn að fara Já, ég reyndi það líka Hvað sagði ekki Charlie Osborne það? Þið eru konið með svörin Steindi segir að Charlie hefur verið með hyggsta í 7 ár Egil segir hann hefur verið með hyggsta í 4 ár Steindi fær stíi því að hann með hyggsta í 68 ár og 131 dag 68 ár? Þetta Simpson var way off Herru, þetta er samt Þetta var alveg hyggsti Já, ég meina, hvernig leiði hann þegar hann fór eftir 68 ár? Ég bara núna Hefur þið verið heima bara? Ég veit að vill ekki kveðja en ég hefði hann hugsað þetta held ég En var einhver hjá Guinness með honum bara heima hjá honum í 68 ár? Hvernig er þetta fakttjaka þetta? Þetta er fakttjakað Hvernig? Það komið eitthvað net Ég veit ekki, allir sem er kringum hann sjá hann með hyggsta og hann er búin að tala og hann er búin öllu spjalláttum og út allan heim og hvað hann er að ljúga þessu Steindi komið stig Þá spyr ég drengir Hvað segur í þessu? Já, nú spyr ég Þið vorum báðir way off sko. Já, samt geggjaður í þessu Þið eru báðir svona kossakallar Þið hættu nú ekkert að kissast Steindi meiri slellakall Já, en þið er svona fíli kossa Hvað er lengsti koss allra tíma langur? Þetta hefur greinlega verið svona viljandi með Þetta verið ykkur króksari Það var eitthvað keppni Það er náttúrulega fólk út allan heim að reyna að setja heimsmet Var þetta ekki í kringlun einhvern tíman þegar fólk var að kissa bíl? Var þetta tunga allan tíman eða var þetta bara svona varir og varir og af og til tunga? Eina sem stóð var longest kiss of all time Þá er þetta ekki slelli Þetta er ekki slelli Ég get alveg farið að setja varirnar og stenda og verið þannig í 3-4 dagar sko. Þetta er einhverju dagar Nei, þá þarfst að vaka Já, það er sem erfitt við þetta challenge Þú ert mjög erfitt með að vaka Ég kom með svarið Já, ég held að Nú ætla ég að taka stenda og reykja Ég spyr klukkutíma, drengir Hvað er lengsti koss allra tíma í klukkutíma? Komið á þig Nú ætla ég að sína stenda Ég þarf að reikna svona Nei, það er 1-1 Steindi segir 34 tímar Egil segir 65 tímar Rétt svar er 58 klukkutímar 35 mínútur og 58 sekundur Þetta er bara hárrétt En þá var einhver vakandi hennan tíma eða ekki? Auðvitað Það er það sem erfitt Ef þú sopnar þá náttúrulega fer vörðin af hinni Ekki nema og límir varirnar við kinnina Það má ekki Það getur þið sofið sko 58 tímar, þetta eru hvað næstu Þetta eru Ég var 7 klukkustundu frá því sko Já, vel gert, það er 1-1 Þetta er eitthvað stegana fyrir þetta að vera svona náldis, ok? Þetta er eins og Egil segir, this shit's going straight down to the wire Býtu nú við, er þetta heimsmetið? Já Þetta get ég nú bara reynd að bæta Þú hattar að sofa 58 klukkutíma Þú elskar slella og þú hattar að sofa Ég er ekki slella En ég er að segja, sko, ef þú ert þarft að vaka Þú basically, þetta snýst bara um það að vaka Hversu þreyttur heldur þú sést orðin eftir sólaring af þessu kjafta Auðvitað Standa eða sitja Já, þú verður að liggja, þú stendur alltaf ekki En þú veist, af öllum heimsmetum En þau með alltaf heimsmetum bara að færa sig Þú veist, ef varirna fara ekki af Getið tiltökunni En sko, fyrstalega, þú ert ekki að sofa Ég meina, hvað gerist þú ert að skýta? Þú heldur í þér í 2 daga Þú hægir stundu bara einu svona Það sem gerist er þá að þú tillir þér á klóstið Það sem hefur framann Setur bara púða og fer á nén í rauninni Eða koll kannski Og þú ert að hægja þér Og þá er það að kissast á með Það er að leysa þetta þannig En það má ekki glemma því að þú nær ekki að borða og ekki að drekka Nei, þannig að þú lifir það alveg af sko. Já, Pálmi Gesson, hann fastastundum í viku 10 daga, sko, easily sko. Hann er ekki að kissa neitt á með hann Nei, ég er að segja, að þú getur fasta Getur fengið næringu aðeins, náttúrulega þetta er lengra challenge sko. Þetta er basically bara hannig Þetta eru, sko, 24, þetta eru 2,5 dagur Hægingin er mesta vesinni myndi ég segja sko. Nei, veistu hvað er eiginlega mesta vesinni? Þegar karlmaðurinn þarf að míga, hvað er hún? Hann mígur bara sitjandi og hún Nei, maður, þetta getur verið 2 konur En byrju, eru þið ekki að Já, auðvitað, pissa bara sitjandi Er þetta koss á vör? Já
Ég meina þú getur Hvað sé kossa á raskat? Nei, ég sé ekki kossa á kynni eða eitthvað, ég veit ekki, kossa á öxl. Þetta er lip to lip stóð. Þá getur þú lappa með manneskjunni inn á bað og pissa, sko. Herru, en maður segja eitt í það. Ég segi bætt þetta með. Sko, ef þú pælir hans í öllum heimsmet, ég get ekki getið 10 reiðhjól, það er nokkuð ljóst. Getið 10 reiðhjól? Já, maður sem hefur getið fullt á hjólum. Nei. Jú, það er kona sem safnaði lengstu nöglum í heimi. Já, það er hægt, það er ekki að geta reiðhjól. Jú. Það er það ruggla. Googla þetta. Að borða hjól. Spurðu gerðugjöndina. Já, hann átt fullt af hjólum. Hefur maður getið reiðhjól? Hann á heimsmet, já, bókina maður. Þegar krakki hafði svo gaman sem bókum. Hann átt í alveg bara svona 5-6 hjól, sko. Þú veist hvernig borðaru reiðhjóli? Hann átt bara teinana. Það er að sjóða þetta? Nei, hann bara, ekki mann eins og Jobs í hérna getur ekki getið bara keðju. Sko, world record of eating steel. Reiðhjól og flugvél, átan flugvél líka. Það gauð sem hefur getið bara, hann getur málm og stál og ég er ekki bara að bæta það tæpur, sko. Já, en ég er að segja ég myndi ekki segja þennu frá úr. Nei, en af öllum heimsmyndum er þetta léttasta heimsmynd sem ég hef heyrt að sé pontessulegt að bæta. Þú þarf basically að vaka í 2 hálfan dag og sleppa því að sólarhring. Já, bara ekki borða og ekki sofa í 2 hálfan dag, þá áttu heimsmeistari. Ég get lofa að þetta er nú heldur. Herru, það er síðasta, drengir. Og það er 1-1, þetta er úrslitaspurning. Við erum búin að fyrir lengsta koss allra tíma. Þá ætlum við aðeins að jassa þetta upp. En þetta er föstudagur, það er gýr í liði. Ívar Guðmunds á leiðin ásatíð. Lengsta kynlíf allra tíma eiga Danny sem er frá Nígeríu og Sara sem er frá Kamerún. Ég spyr, hvað stóð þetta kynlíf þeirra lengi? Þetta er alltaf engin pása, er ekki síkopása þarna eða... Nei, á er bara missur meti. Hann má, nú er ekki að reyna að vera fyndin, hann má ekki línast, þá er þetta döð. Já, ok. Þetta er góð punkt að segja. Hversu lengi getur þú verið, þú veist, stífur á þess að það sé hættulegt? Ég hef heyrt að séu konar eitthvað töflu sem hjálpa þér, ég veit ekki hvað það sé staðið. Sko, ef þú ert í stampinu í svona 4-5 klukkutíma þá er það orðið ekki sniðut, sko. Ég held að þetta 4 klukkutímar þessi gæri eru á baki mikið, ég ætla ekki að hjálpa þér, hann er vel lengur. Ég veit hann var lengur, en ég er að segja að þá er þetta held ég fara að vera. Góður félagi minn geti valta yfir 4 klukkutíma, sko. Nei, nú gerðum við aðeins vættir, því ég ætla að spurja gerðugendina hvað er hættulegt að vera lengi. Hætt að, þú mátt ekki fá eftir á. Ég ætla að segja núna bara svarið. Skrifið tíman, þetta er úrslitaspurning. Nei, þau voru náttúrulega bara að reyna að setja heimsmet saman. Já, graður, hvað það verið ósla ógraður? Ég er búin að svara. Steindur kom með sitt svar. Og með viðbröðinu blöð var ég nú ekkert ykkur ruggli. Ég held ég var að Nei, herruðu, Steindi er sigur dagsins. Hann sagði, Steindi sagði 12 tímar, Egil sagði 30 tímar, rétt svar er 15 tímar, 7 mínútur og 23 sekundur. Heila með þetta på 10. 15 klukkutímar er heimsmet í, kynlífi. Já, það er, ég er ekki með internet á þessari tölvu hérna. Getur þú spurt gerðugendina hvað er, þú ert í... Hvað má vera með standpínu lengi á þess að hættulegt? Já. Þetta, sko, gerðugendin, eina sem er pirrandi er... Ég er bara að kynnast henni helviti vel. Svo er ég að spurna weird shit nú. Já, segðu. Og annalt. En veist hvað þú að gera? Þú ert að segja Steindi vinur minn er að spyrja. Nei, Steindi vinur minn, jú. Æ, please. Ég ætla að vera, þú voru dreipur undan mig, lofa því. Steindi, my friend, wants to know how long can you have erection? Bara að spurja hversu... Já, skrifar á íslensku. Eðla gáðar. Ég er svo hrættur þegar gerðugendur hversu lengi getur þú verið með hann harðan? Þá eru velmennin að fara að láta mig verið í bónir heil lengi, dæli mig Viagra-töflum og vita úr áhuga. Alltaf því spyrir hún eitthvað skýtna spurning og segja alltaf Steindi vinur minn. Ég vil ekki fatta það maður. Ekki fullt meiri 4 klukkustundir er hættulegt, sko. Ég las þetta. Þessi gæði fá vel yfir það maður. Já, hann var 15 tíma. Þetta er nefnilega ekki sniðugt, sko. Það er ekki sniðugt, þannig að ekki reyna að bæta þetta heimsmet. Það er frekar svefn. Kossa heimsmeti er léttara. Það er mjög léttara. Nei, 58. Nefna átt að hægja þér. Já, það var samt 58 tímar. Við skuldum auglýsingar, svo förum við í spurningkeppni Gilsaran sem að var hvað? King of being weird. Já, gæti orðið jafnleikur. Það kemur þetta eftir smástund. FM 957. Þetta er einn heitasti tónlistarmaður landsins, kallar sig Birnir og ég ætlaði að fara að sjá hann 20. október þá er þið, nei 20. september þá er þið of sein því að það er uppselt í höllina. Já. Og hann er búin að lofa einhverju rosalegu partíið þar. Við þurfum að kíkja á þangadrengir, það er nokkuð ljóst. Sko, hann vildi ekki gefa mikið upp þegar hann kom til okkar. Hann var basically að segja, þegar þú lappar inn í höllina bara eitt skrif, þá ertu komin á skemmtistað og hann ætlaði að breyta höllin í
bara alvöru partí og ég veit að hann með sko tonn af gestum, hann ekki búin að auglýsa þannig að hann vill í raunni að þú farir í þetta partí og bara svona mætir í upplifun bara í upplifun að sé ekki búið að alveg mataði öllu hvað verður að gerast við fíla en það hins vegar komið að dagskrálið sem að heitir spurningakeppni Gilsarans og hún vikuleg og hún vera í nokkur ár. Já, ég veit ekki hvort þú eigi mikið eftir. Hefur þú farið í King of Weird áður eða? Ég held að það sé ekki verið áður. Nei, ég man ekki því flettinu upp. Ég man ekki eftir því. King of being weird eða King of weird. Ok. Og var þetta bara eitthvað svona poppa upp í hausuna þar í morgun? Þú varst í strípum? Ég var leiðin í strípur. Ég byrja alltaf að spá í svona 8-9 mánuðina. Sagði hvað getur við með þetta? Eitthvað í gangi? Það ekkert í dagatalinu, það ekkert að gera, skilur. September, hvað í anskotanum get ég haft? Sjáðu, strákarnir báðir weird. Þannig að þið finnst þetta jöfn keppni, þið finnst við báðir weird. Já, mér steindi ef þetta væri á Epic Bet, skilu, það væri líklega 1.80 Stoney, 2.50. Ok. Ég held að með sko Fín ávöxtun á Stoney, skilu, þetta ekkert örugt. Ég held að væri með King of Musician, því að það koma töframenn í bingoið. Já, ég geti verið King of töframæður næst. Já, það koma sko, þú verður alveg að gera það. Ertu búin að græja töframenn á sundaginn? Já, það orðið staðfest. Já, sko, við getum það eru margir spúnar út í núna. Þetta með að trúða líka. En einhver búin að býta á? Já, ok, þannig að þú ert búin að tryggja töframann á sundaginn. Býta á, ég menna, það ekki slegist þetta gig. Ég menna, gæði sem mætir og slæri gegn hann, það voru bókar hversta helgi núna bara 2-3 ára. Haustbingo Blökkarsins með alveg áhru og vísi, sko. Það alveg áhru. En máli að það eru töframenn sem mæta, sko. Ok. Það bara staðan. Stillin á það á... Þetta með 5-6 töframenn. Sunnudaginn klukkan 19:30. Og talandi Haustbingo Blökkarsins, við erum náttúrulega búin að tellja upp alla vinningana því að þetta átti að vera síðasta sunnudag, en við lofum að bæta fólk getu upp og þetta ennþá stærra. Þannig að sko ofan á golfferð fyrir 2 með Eagle til Portugal, allt innifallið og play með 100 og rúm frá Dorma og allt sem að var komið. Hágæða Amri-strúm, sko. Já, bara, og sími frá Samsung og bara, það var komið endalaust af vinningum. Það er búið að bætast núna, það er 50.000 krónar gjafabréf frá Tres Logos, það er 50.000 krónar gjafabréf frá Keiluhöllinni og líka önnur PlayStation 5-tala. Það var 2 og einhverja myndir. Já, og Sapspil.is þeir ætlar að henda sko hobbyboxum að andur held í 50 skalli sem eru og ég held að Sapspil sé að fara að mæta með NBA-spil, þannig að þetta eru köruboltamyndir og það eru garantít áriðan og allt þetta, þannig að þetta eru svona risa pakkar. Þannig að þetta verða 10 eða 11 bingo og mesta sem við verðum að hinga til eru 7 bingo, þannig að þetta verður alveg á sunnundaginn stillið klukkan 19:30 en nú ætlum við hins var í spurningkeppnina. King of Weird, já. King of Weird. Byrjum þetta bara. Já. Tókstu yfir 50 COVID-pinna? Nei. Sko langt í frá. Þetta er enda réttlega núna. Ég teki svona 4. Það pinna æðið þitt í COVID. Það var orðið asnalegt. Já, ég fór ekki í 50. Jú, víst. Nei. Þú fórst allavega í double digits, það er alveg potið. Já, þú varst í þessu allan sólarhringin. Ekkert allan sólarhringin. Þú fórst ógeðsloft. Við fórum oft í þetta. Og það taka líka pinnar eins og gerir sjálfur. Keyptir heimapinna og pinnar er heima. Stundum, já, en ég og Blöð fórum í pinnan stundum líka bara þegar við vorum á skemmtikstar. Þá var bara, við mættum bara kannski. Máttum ekki fara á sviðinu maður. Já, ég segi allt þetta. Þú hefur ekki velið 50 pinna. Ég held þú að náð 50. Er einhver vanar í heiminum að fá þess að í nefið en þú? Ég sverða, ég fór ekki 50 10 píla. Það er lúms gaman að þessu. Veitu hvað er mikið? Ég farið kannski í svona 14. Nei, ég fór í 14. Ég náði ekki 10. Hversu oft fór maður í þetta? Ég hef ekki að pinna 1.000.000 sinnum. Ég held ég hef ekki náð 10 sinnum. Jú. Alltaf fórst erlendis að fara í þetta og fórst eitthvað sem fólk átt að fara í þetta. Maður var í svona non-stop. COVID var í mörg ár. Þetta var meira svo að koma í drive-thru. Hann fór í þetta var margar ára pandemic og hann var í þessu alla sólar. Steindi var ofta að taka pinnan þó hann væri ekki að fara nýtt. Hann var bara að tjekka hvort hann væri með. Ég man að ég stoppaði einhvers staðar í drive-thru og fekk pinnan í gegnum gluggann. Þó þú reynir að ljúga hérna. Þetta er stig. Það er 1-0 fyrir Stóni. Ég veit ekki með 50 stykki sko. Ég veit það. Helviti mikið sko. Kostunum við að vera spyrillina og veit svarið. Það er 1-0 fyrir Stóni. Slefar á þig allan í flugvölum. Var ég búinn að segja ykkur frá því þegar Þú sagðir okkur síðastu fyrsta þannig að þú getur ekki sagt nei, ég hef aldrei slefað á mig í flugvél. Pældi hvað er óþægilegt að því að flugfreyðunar sem voru að serva, þar voru komnar að minni röð og við erum ekki að tala um ykkur svona það voru 10 metrar svona, það voru bara svona nokkru 30 centimetrum frá andlitinu á mér. Þau voru að rétta görnum við hliðin á mér drykki og það voru tegið þig yfir mig og rétti görnum í glugganum drykk. Það varstu bara onni þér. Onni mér og ég haf með opin munn
og taum niður og poll á bringu. Hún er bara rekist í slefið Og málið að ég gat ekki Á gríns, hún er ekki bara hætti við þessu. Nei, hún Hvað var rakst þetta ekki í spurningin? slefið. En pæli, ég gat ekki gert þetta því ég var á bólnum. Ég gat ekki verið byrju Nei, nei, slefar á allan í flugvölum. Já, það er 2-0. Hörðu, Stóni byrjar þetta The favorite er komið dominating lead. Ef ég er mjög þreyttur í flugi, þá slefa ég. Ertu sköllóttur? Það er weird. Er það weird? Nei, ég veit það ekki, ég er bara að lesa að blaði hérna. Ok, að því þú varst líka Spurning þetta sem þú samdi sjálfur. Þú varst með daginn King of Ógeð, þannig að þið finnst ógeðslegt og weird að vera sköllóttur. Þannig, jú, vissulega, ég er sköllóttur, ég tek stig þar. Ég er það skrítið. Já, flesti fara bara til Tyrklands og fá sér full set of hair, sko. Nei, það gerir það Allir ekki. aðrir eru frekar weird. Það er fullt af sköllóttu fólki. Það er Eiður sem har labbaði búin að síta aftar inn fyrir viku síðan. Af hverju verður fólk sköllótt? Þetta er ekki, ég veit það ekki. Þá er bara testosterón. Blöð detta 2.35 á þess að spauti raskat á þessu, sko. Er það að tala um að setja of mikið testaða? Já, hann er svolítið hár þegar, þá Já, Þú ég er greinlega að bjóða niðarlega en það lítur En til svona- 67 og gömlu kona, sko. Ef þú hlustar á Egil þá ertu weird eða þú ert sköllóttur. Er það 2-1? Þú mistir af þessu heldur. Nei, ég er alveg 67 ára gamla kona. Það sagði ég væri það. Af því að ég... Þú ert Já. svo lítið testa. Já, ég er það lári testa að ég líti út þessu 67 ára gömul konar og það er Það á svari er hans. 2 Stóni Já. gengur með physical veski. Já, Hörðu, þið eru báðum með punkt þarna. Eru einhverjir annar á Íslandi sem er með veski, sem er með korti í? já, ég Hvað er að gerast? Alltaf að veit það Og er. veistu Og hvað ég takið bara upp veskið og takið bara upp kortið og setið það bara á draslið. Hvað heldur við? Hvað heldur að við gerum? Ég reyndar, nei, ég nota reyndar 90% Þetta er síma að minn, finna sko. sig. Ég er ekki með kort í símanum. Ég nota 99% síma minn, sko. Ég er bara með kortin upp á bara, til öryggis Þú og ert ég, alltaf með veskjaður. já, og ég er líka alltaf með, ég er með alls konar, ég er með, Haldið núna fullt á öðrum kortum, ekki bara debitkort. að fólkinu sem er að hlusta fólkinu sem er að hlusta núna haldið að ná ekki 50% eigi veski eða svona Nei, kortveski. það er allir konum með þetta í síman eða úrin, það er engin með. Heldur þetta náðu 20%? Nei, það er enginn sem er að hlusta með physical veski á sér. Ég tala um ekki einn einstakling. Jó, pottit. Veitir hvað mér finnst skemmtilegast að gera því ég er í útlöndum? Ekki skemmtilegast, en svona eitt að er mjög skemmtilegu. Ég veit hvað ég finnst skemmtilegast að gera þú ert í útlöndum. Vassenningarð. Hellíð og gamla. Já. Já, og það líka. Mér finnst Það er fullt að svo. skemmtilegu, en ég er að segja, veitir hvað er eitt af því skemmtilega sem ég geri? Hvað? Það er að fara á svona flóamarkaði. Ég er flóamarksmaður. Ég elska að fara í svona bílskúrsölur, flóamarkaði, ég elski þetta. Ég er fastagestur í góða hirðinum og lappum og skoða í dyrkita. Og þá fer ég alltaf á markaði og reyna að finna nýtt veski. Ég elska að reyna, ég alltaf er í Þið útlöndum. finnst gaman að kaupa nýtt veski. Ef ég er í útlöndum, þá reyna ég alltaf að kaupa mér nýtt veski. Já, Ég er ekki að reyna að draga úr því, ég er að reyna að uppi En það er ekki mikið eftir að því hjá þér, sko. Það veskin eru því miður að deyja út, sko. Já, Ekki það eru er- leiðilegur, sko. Þá er það Margir sem heldur að sko geisla hérna útart bara að degi út sko, það er MTV byrjaði. Ísliskar eru farnir, sko. Það er reyndar, já. Herðu ok, Og næsta DFT er líka. 3-2. Og Vasaljós. Já, já. Og veist, þetta er heldur mikið sem er game over, sko. Vasaljós er ekki game over. Það kom á símaðin, idiot sandwich. Já, Ég er nýbúin að kaupa vasaljós enda strákunum Já, mínum það sko. er, þú veit, þeir eru ekki með síma. Þeir eru ekki með síma í leikskóla. Veistu Og er hvað- skrítið að krakkið með glæðin iPhone í leikskóla. Herru, það eru til feit vasaljós, sko. Ég sá um daginn auglýsing á gramminu. Það var bara vasaljós getur snúið haustnum og getur verið beig og getur lýst upp bara heilan bílakjallara eða eimaði á lítinpunktinu ég var næstu búin að panta Ok, tek tilbaka Vasaljós. Það er 3-2 fyrir Stóni, þetta er mjög spennandi. Já. Öskar reglulega á fólk þegar það er að hæja sér. Nei. Þetta er blöðarinn. Það er bara 100% blöð. Við verðum Nei, bíddu. Ég hef aldrei gert það. Nei, hvernig þú orðar þetta? Reglulega, það gerst einu Já, sinni. ok, reglulega. Orðaðu Er þetta, eina Judge. skipti sem þú hefur. Ok, fyrir ekki. Hefur öskrað á fólk þegar það er að hæja sér? Já. Nei, ég hef ekki öskrað, ég spurti langt í þig. Mér fannst þetta samt En fyrir þú mátt ekki gleyma því hérna ég líka. Ég öskra aldrei að inni. Nei, hann sagði það. Ég var í klefanum, ég heyrði ekki hvað það sagði. Nei, hrópaði. ég hrópa ekki. Steindi lýsur sem svo hafi bara komum bara Steindi! Nei, Hannes, nei, ég veit það. þetta var svona Steindi, ertu ekki að vera að koma svona, þetta er hróp. Þetta er ekki svona Ég Steindi. opnaði hurðina, Steindi er langt í þig. Það var nákvæmlega þessi tónn. Og hvað sagði hann aftur þegar Hann svaraði ekki. Já, það nýjast ég ekki að fá stig en þú ræður. Ég er helviti gaman að þessari sög. Já, það er gaman að hann, sko. Það er ekki til upp að sé ekki til að borga fyrir svipinu andlitinu þegar hann er að kalla Steindi, sko. Það er webcam-kamera á hurðinu hann, þú ert að hæja þér og hann er að kalla Steindi.
Já, það dói eitthvað Það dói eitthvað Fæ ég punkt á það? Já, það er 3-3 Hefur þið farið til Atlantic City sem er raskat Bandaríkjana oftar en 20 sinum? Bittu nú við, er það oftar en 20? Ég hugsa að sé þarna í kring Það er í kringu 20 Ég skipt ætla bara að minna ykkur það Ég held Heldur að mikið sé liðið sem er að hlusta sem er ekki verið liðað í 20 ár sko. Mér skilst að sé 20 ára ammalis á næsta ári Þannig að menn verði nú að fara að Ég get ekki staðfest 20 Nei, þetta er alltaf kringum þetta Já, þetta er þarna í kring Og ekki fokkið í stöði blöðu það punkt Og ásteindi Nei, hann er búin að fara mjög sjálf en þú Hann á ekki breykið þetta Sko, ég átt Þetta er ég fara að vera king of weird Það er rétt hjá hann Þú átt fleiri ferðir en ég Ég var alveg 4-5 Þetta er ekki búið, Nei. þetta er spennandi Gætur þið slepptið að klippa því í marga mánuði En þetta samt eins og 67 ára gömul kona / Calvin Klein model That shit is weird man Sem var löng Já, það er búndur Hvað? 4-4. Svona Ok, er ekki, sko. getur þið slepptið að klippa því í marga mánuði En Luka satt svo Calvin Klein model Sem er weird, flesti væri svona idiot Og það er allir að segja hvað hugguleg Satt með þér og lífa á hann Kom Cocksucking Joe Þú veit ekki hvað það Hann vill ekki vera að kalla þetta sko Ekki beinni Hann kom og sagði að ég vil eftir hugulur Það bara kemur random fólk að þér Og ekki klifti í marga mánuði Flesti væri svo hálfvit Hann er ekki random Ég Bara er vinur ekki tala um að fleiri gæði sem koma upp að þér og Já, þá var ég segja búinn. þetta Þá var ég búinn. 4-4 Já. Hvað er mikið eftir að þessu? Ein eftir Ok. Ísla löng kefni Eftir að labba um allan bæinn í bleiu Nei Það geta 4-4 stólið þessu Hvað var stöðullur og jafntefli? Það hefur verið rosalegu stöðull Það er alltaf, ég er náttúrulega Við erum hjá skriðnir Ég er með nokkur á varamannabekk Það kom í ljós. Við getum ekkert farið í það Hvað er á bekknum? Efst er eftir það weird að eina stellingin er á hlið Opnar ískapið nokkuð sinum að dag þó sé ekkert nýtt komið í hann Já, herðu, við ætlum að sleppa framleggingu og við ætlum að fara í Já, herðu, þetta eru okkar drengir hljómsveitin heiti Sliss Já, Já, hörru og 15-16 ára gæjar Já. sem er að spila rock í bara bílskur í Hveragerði Við höldum með því við höldum með þessum maður Já, lagi heitir Ready, Haldið Set, Go áfram. Sliss, haldið áfram í hverja gerir maður og já, tjekkum á þessu FM 957 Það er ég að gera það, þetta er alveg lag hjá Sliss Þetta er króksaðalag Þetta er bara Þetta er eitthvað sem getur verið limmunulegin til reysi Þessi er eiga framtíð fyrir sér Já, þetta er vel gert, lagi heitir Ready, Set, Go og er á Spotify, þið getið tjekkað betur á því þar en það er hins vegar komið drengir að lið sem að er þá bara nýjasti liðurinn í FNÍFN blöð og sko, þetta getur verið líka í blöðkastina því að mér langar stundum að vera með þetta í mynd en þá er þetta, ég er dómari og þið keppið og ég ok. bara gef stið bara hvor gerir betur þetta gæti verið þessna bara, veist þið, að smíða eitthvað eða veist, fandur eitthvað, þetta getur verið allt Það lest radio samt að við erum að smíða Nei, ég veit að þá var það í mynd í blöðkastinu Fatturum, en ég veit að við erum ekki að fara að smíða neitt Ég er svona basically að segja, veist, þið getur verið að syngja og hvort gerir það betur, veist, þetta getur verið hvað sem er og það er Hugi Halldórs, okkar besti maður með Back.is sem að á hugmyndina þessu lið Já, og ég ætla að prófa hann í dag eða pröfa hann og í dag eru að vinna með eftirhermur þannig að þið keppir núna Nei ég Ég get ekki tekið hvað er auðveldast til að herma eftir Ég get það ekki sko ég er búin að velja hérna 3 eftirhermur sem Ég eru mjög lélasta algengar eftirherma bara í heim Akkur að þessu að þið að Eftirhermur, þetta er bara ég- nýr liður Hvað er að- Og hvað er að húki menn? Þú veist að við erum eitthvað annað Já, hann er að koma okkur í vesenina Og hvað sko Hvað er með þetta ógeð? fyrir þá ykkur sem hafi séð alheimströmmin þá voru, það eru 2 eftirhermur sem voru í alheimströmmum og mér fannst það báðar, ég var nú svo þreyttur á þeim báðum hjá ykkur að ég ætla að láta ykkur keppa núna einn útvarpinu og sjá bara annar ykkar fæ stig ég er dómari, Já ég ætla að byrja á Jóta þegar báður að taka Jóta og ég gef stig hvor ykkar gerir betur eins og liðurinn heitir hvor ykkar vil byrja að taka Jóta Pantiki Pantiki segir Steindi Má ég segja bara hvað sem er og Já, bara, já, þú mátt velja, þú veist náttúrulega hann talar öfugt, þannig að, þú veist hvernig hann Hvað má ég orðar segja hvað sem er að Hvað segir Bara Já, ok, tilbúin Beer I drink Þetta er nú ekkert svo lélegt Town I must go now Ói barast Á, gangiði vel Þetta toppa þetta Þetta er liður sem er betra að vera dómar sem hristu sig við þessu eftir að mjög Ok Ok, hvað er því? Ert þú dómar eða? Ég er dómari Sér kann maður að fara úr þessu lið Og þetta er sterkast eftir að minn Ég byrjaði að minni sterkustu sko Hvernig verður þetta á eftir?
Ég bara man ekki eins og hvernig hann talaði sko. Ég ætla bara að herma eftir Agli sko. Það segja aftur beer það með það. Nei, tilbúin Fear is the path to the dark side. Stapið, þú sagðir setninguna rétt. Hann googlaði eitthvað sem to anger. Þú voru að snúa henni við þér. Nei, hann að lesa eitthvað sem hann sagði Þetta eru alveg línu úr myndinni. Ok, eins og leil, má sjá Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Það er eitt nú fyrir Agli. Egil, þú komið stig. Shit, þú sögst. Bara Egil er einn og leiður. Ég hef aldrei verið, þú veist, mér er alveg sama þótt að ég hef ekki fengið stig. Já, þú varst Mér leið hræðilega. Þú varst að reyna á þig. Já, ég reyndi á mig, mér leið illa og ég væri til þessi leið myndi klára. Já, ég bara Og ég bara stað. skrifum þetta á hóki menn. Þessi betur fyrir þetta bara, þessi liður er góður en bara þetta version á honum, eftirhermur. Ég meina, það verður ekki eftirhermur aftur. Nei, bara allt eftir. Herru, þá er næsta, þetta var líka í draumnum. Nú ætla ég að fá að vita hvort okkar er betri Trump. Donald Trump. Stóri sterkur í Trump. Þetta er örgulega vinsalasta eftirhermi heim í dag. Já, það er Trump. að taka Trump. Já. Steindi, þú byrjar núna. Þú ert 1-0 undir. Ok. Like a dog. Alltaf með bara like a dog. And he was there. Er ég að breyta röddinni? Það geta ekkert alltaf mikið. Þú ert að sjúga augnablikinu And he was there. Like a dog. Like a dog. Akkur segir alltaf like a dog. And we will like a dog. Tjóðlega þetta lélega. Og ég bara hann er alltaf að segja like a dog. Nei, hann sagði þetta einu sinni. Aha. Já, ok. It's the most beautiful thing in the world. It's the most beautiful thing. It's the biggest beautiful thing in the world. Var ég að taka Arnold þarna? Já, hvað er þetta? Ég veit ekki, ég get ekki gefið stig þetta. Þeir eru báðu svo Það er liðlega. ekki á með Big Beautiful Bill. America is the greatest country in the world. And the other countries, they're like a dog. I would give myself an A. Hann kom þetta, 2-0 legin. Boom! Hann kom Ég þetta. komin í stand. Já. Bara ég er búin að vinna. Þannig að ég ætla að sleppa þriðju og lefa stóri. Þú maður taka þriðju. Nei, ég er ekki með eftirhermyndar upp á 10. Það er bara þannig. Það er Síðasta. að segja mér að Nicolas Cage er eitthvað þægilegt. Herðu, ég ætla að breyta fyrir ykkur. Ég ætla að enda þetta á Nicolas Cage. Yes. Ok, ég skal byrja. Yes. Fokk hvað það er vel gert maður. Vel gert. Þetta er bara svo Nicolas Cage shit. Og þetta er mic drop núna. Ef þetta væri ykkur staðar, ég var að mic dropa. Já. Þetta er bara mitt. Egil. Þetta er í face off þegar hann var að drepa John Travolta inn í kljáunum. Put the bunny back in the box. 2-1. Steindur að stig. Þetta var liðurinn. Ég vann. Hvor gerir betur? Ég tók upp með Trump-barn. Ég lofi ykkur drengir, það verður ekki eftir. Leg a dog. Hann har aldrei sagt leg a dog. America is the greatest country in the world. The other countries are like a dog. Jóta var líka alveg hræðilegt hjá okkur sko. Sérstaklega á Steinda. Herru, við ætlum að skoða hana lið. Ég ætla að hafa gaman á hennum í dag. Þetta er FM FM 957 Hárið, það eru Dynat og Loop Zero sem fær ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 og við drengirnir erum konum með góðan gestingað í stúdíóið og já, að segja þetta sé góðvinnu þáttarins er ekki eins og rétt orð því að hann tók fyrsta mánudaginn af FM 95 blöð bara og það er okkar besti maður Björn Bragi, verður velkominn. Takk hérlega. Hvað segirðu? Rosa gott. Er það ekki? Bara yndislegt að koma og setja þetta og vera með ykkur. Já, bara fá að vera þú sjálfur loksins ekki alltaf að setja ykkur að stellinga, bara fá að vera Ekki þú. alltaf með þessa grímu sem ég er. Ég verið sjálfur. En það er nóg með verið að þér. Já, Þessa heldur dagana. betur. Já, bara komið haust og quiz fara að stað, svo við byrjum aðeins á því. Já, einmitt. Á sín. Já, quiz byrjaði síðust helgi og með hörku þætti. Ég er búin að horfa á fyrstu tvo. Já. Geggjaðir. Já, takk fyrir það. Ég hef reglulega hrósaði fyrir quizið því að þetta er einn af fáum þáttum sem að ég tek alltaf alla þætti. Ég sama bara, hér. finnst þetta svo vel hérna og skemmtilegt sko. Ég ætla að gefa nú bara hnetunu og huginn sjárat fyrir að taka með. Það er í kvöld. Nei, byrju, Nei, það var... það er fyrsti. Var það fyrsti þáttur? Já, fyrsti. Já, Já, það er Alfreð Fimbo þegar í kvöld. Já, og þeir bætt. Nei, Nei, hann er búinn. það var sérst, hann var á móti þeim. Í Já. kvöld er hérna framþróttur sem eru hérna Raka Gísla og Siggi Þór á móti hérna Halldóri Gylfa og Björgvin Frans.
En þú mátt ekki segja sem neitt hvað gerist í fyrsta á morgun, já. Ég hef fyrsta þátt eftir En betur, hvernig getur það verið? Þegar ég er búin að horfa á þann þátt Já, sem sagt, sko, fyrstu 2 farin á Sýn Plus. Ok, Það er sem sagt Sýn Plus. ég var að fara að tala um það líka Þú ert að vinna þessu fyrirtæki Maður verður að passa að spoila Ok, ekki, ég ætla ekki að segja neitt En fyrstu 2 eru ekki Já. Ég er búin að taka það, mjög skemmtilegt Það sést Sýn Plus fær hérna áskrifundu fá einn aukaþátt og hérna, eða sést, eru einum á undan. Já. En að því að þetta er núna í fyrsta skipti í opinni dagskrá, þannig að allir geta hort hérna. Ekki að þetta er að horta á Sýn á morgun í opinni dagskrá Hvað er hann í opinni dagskrá? 7. 7 Já. Og þá er bara, finnst þér þetta ennþá gaman? Já, mér finnst það. Mér finnst þetta bara þróast rosa skemmtilega og hérna Ekkert erfiðar að senda spurningar svona ár eftir ár? Nei, ekkert endilega. Ég líka með bara smá hóp núna með mér bara af nýju fólki, svona gott fólk sem er að hérna pitchin spurningum og hérna ég náttúrulega gerir svona þungan af þessu sjálfur alltaf samt en hérna, en maður verður líka bara einhvern veginn betri að spotta einhverjar skemmtilega spurningar úr öllum áttum og Kominu nýju liðir og... Já, svona þú veist, þetta er alltaf sama formið en svona nýjir einhverju liðir inn í, þú veist, eins og almennum núna er hérna tenging og eitthvað svona hérna sem er svona hérna, já, þú veist, það er svona gaman að leika sem þetta. Sem ég jákað við þetta líka er að bara, kannski er ég svona vitlaus en þegar ég var að horfa á Gæti betur kannski svara 2 spurningum allt kvöldið þarna Emma er alltaf með nokkur stig fjandinn hafið það þegar maður horfa á quiz Já, ég nefnilega náttúrulega bara var einu sinni spyrill í Gæti betur og fekk þetta bara frá fólki bara, heyrðu, ég nenni ekkert að horfa á þetta því ég skil ekki neitt sem þeir að tala um þetta sko. Það er líka svara svo hratt, þú skilur ekki þessu svarið Þannig að það var mögulega, þú veist, hluti af hugmyndinni skilur á bakvið quiz skilur bara svona, já, bara þú veist að því að meina, allir elska að fara í gott pubquiz eða þú veist, eitthvað svona bara að spila með fjölskyldinu og allt þetta, fólki finnst gaman í spurningakefni en þú vilt náttúrulega geta eitthvað, þú vilt að það sé verið að spyrjum og tala um eitthvað sem að þú hefur einhvern áhuga á og þannig að svona já, mér finnst einmitt lykillinn bara alltaf vera, þú veist, þetta er skemmtilegt fólk í þættinum að svara spurningum eitthvað sem að þú hefur einhvern áhuga á og er jafnvel fyndið og skemmtilegt og eitthvað svona, þú veist. Hvað heitir áttu þátturinn sem við fórum í hérna með tengihætt og allt þetta sem er á RÚV hérna? Kallmál. Kallmál, já. Nú hef ég verið í sjónvarpsþætti sem að vera að míga á sig og drekka ógeðstrykki og æla í skóin sin. Ég hef aldrei skammast mig mikið og þegar ég verið þætti. Og það var bara óþægilegt. Sko, þú getur ekki sagt mikið því að þú hendi mér fyrir rútuna þar sko. Þetta var hræðilegt. Það kom bara einhver spurning bara, heyrðu, þessi setning hérna sett hana bara í þáttíð, í bóðþætti og svo bara ba og ég horfði bara á þetta, ég bara myndi ekki eins og hvað helmingur sem var. Þetta var svo kynlegt og ég fann bara svona henda á öxlina mér og þú ítti mig fram og ég var eins og pizza þannig að við vorum í Halloween þætti þannig að ég var basically pizzabúning að svara þessu en ég fekk þetta mikið svar hérna senda eftir það að fólk hafi gaman að sjá 2 trúða reyna þetta það áttum ekki break sko. Nei, það var hræðilegt Ég vissi snemma bara you're out of your element Donny þetta var bara svona hvað er það að gera þetta maður það var helvið erfitt en svo er það sjálfsögðu líka púðusykurinn sem að ég veit að voru tilraunasýningar er ekki frumsýning það bara í kvöld? Jú, frumsýning í kvöld hérna púðusykur upp í stand í Sigursalnum þetta er 3. veturinn sem við gerum það og hérna Í Pílásveit búin að ná svona upp ekki það náttúrulega hérna með Ísland var alltaf með uppistand en svona núna er orðið svona meiri uppistandsmenning eitthvað Já. Gauti komin að inn, Jón Jónsson og Sveppi mættu núna Já, akkurat hérna, það var svona kannski hugmyndin í byrjun að svona, með Ísland var náttúrulega alltaf bara við 5 strákanir þú veist og hérna að svona gera aðeins stærri hóp en samt bara þú veist alltaf að færa quality og það eru bara 5 sem koma fram á kvöldi þú veist við erum 7 í hópnum núna og hérna þú veist og svolítið svona comedy cellar já, svolítið svona comedy cellars í New York sem ég elska að fara á og farið miljónsinnum á og bara þú veist alltaf að quality ég meina oft þekki maður kannski 3 hina ekki að hérna gera hina eru samt geggjaðir já, akkurat, þú veist og hérna og ég menna svo þetta eru, þú veist, ég, Ari Eldjárn, Jóhann Alfreð, Saga Garðars og hérna MC Gaut og Jón Jónsson og nú er Sveppi komin inn, hérna sem er alveg bara sjúklega spennandi, þið náttúrulega þekkið hann mjög vel og hérna Mér langar bara að spyrja helling út í hann að þið eru búin að vera væntanlega eitthvað eins að fara yfir og hittast og skrifa og svona hérna, Hefur þú þurft að segja við Sveppa slepptu þessum? Sko, það er aldrei neinn ritskoðun, það er ekkert sem að má ekki eða er bannað, sko, nei. En ég hef vissulega, sko, þegar við sátum saman og hann var að pitch, eða svona, fara yfir eitthvað pælingar, þá hef ég svona, þú veist, svona eins og þú hérna, þegar þú svona leiðbinn á barni, sko, ég ætla ekki að segja Sveppis í barni, en ég var svona, það gæti verið sniðut að skipta út þessu orði, sem er hræðilegt orð, fyrir eitthvað sem er aðeins mildar og svona minna kjaftsök fyrir áhorfandan. En hann verður væntanlega grófasti uppistandur, en ef ekki bara gefa okkur það.
Jú, líklega, sko, ég hef alltaf verið grófastur bæði með Íslandi og í púðusikri þannig að ég alveg smá fegin að fá inn sveppa, sko þannig að Þetta er gott fyrir þig þetta er gott fyrir mig, sko bara það sem ég hef heyrt sko bara Sveppa segja þegar hann að veislustýra þá veit ég að fólk sko á inni veislu þegar kemur hann bara á uppistand í eða svona, skilur rými Hann heyrði nú hans í mér áður að þegar hann var að semja eitthvað það sem hann ræði mjög fyndið sko En það var líka hluti sem hann lendi í og hefur verið að gera sko Já, algjörlega, en hann samt sko, mist hann ekki til einhver sjokk grínisti, skilur, það er enginn sem bara, ég get ekki hlusta á það, þetta er alls, og hann er náttúrulega ógeðslega fyndinn og þú veist, hann bara svona fer að línunu og svona dansar, þú veist, kannski örlítið yfir hana, en ég menna þetta er uppistand og grín á að vera bara fyndið og hömlulaust og hvað er hann lengi í line-upinu? Sko, þú veist, þetta er ekki alltaf kort sko, bara hvernig dettur hann út úr sýningun og nýtt hann er bara í vetur þangað til hún verður cancelað, skilur þá sipar hann út þá seljum hann út þannig að maður ekki dóttið hennu jólinn og séð Mushroom alveg hann í álur í gýr Já, ég menna við erum að frumsýna í kvöld sýninguna, þú veist, og 3 sýningur helgina og svo erum við að sýna bara allan vetur Hvað er þetta lengi? Við höfum sko síðustu 2 vetur frumsýnt á sama tíma svona meðan september og verið alveg fram í mæ þannig að þú veist þetta er núna síðustu 2 vetur er þetta komnar yfir sko 100 sýningar þannig að þú veist það er bara planið að við sýni allan vetur og já Mér finnst þetta að hafa vantað frekar mikið sko líka bara eins og oft með leikhús og fleira það er alltaf verið að gera eitthvað geggjað og svo er það bara búið þú veist eins og erlendis þú getur bara farið núna til dæmis bara eitthvað dæmi, þú getur farið að sjá Book of Mormons bara morgun, skilur það er bara í gangi og mér finnst alveg vanta, mér finnst alltaf lægi að væri bara eins og púðusykurinn sem vantilega bara komið til að vera, þú veist, næsta vitur er bara önnur sýning og það er bara, þú veist, þetta er bara komið til að vera konseptið. En er pressa, finnst þér erfitt eins og núna þurfa að semja fyrir hvern vitur? Mér finnst það eins og fannst þér fyrsta sýningin betri heldur en önnur sýningin? Nei, mér finnst einmitt sko, mér fannst önnur sýningin betri en fyrsta sýningin og mér finnst þetta stefna í að vera besta sýningin sko, mér finnst allavega þessi tilraunakvöld daginn fannst mér bestu tilraunakvöldin þú veist, þá er allir að mæta með nýtt efni og svona pínu ómótað mér fannst það svona, þú veist, það var engin að ströggla það var allir góðir og mér finnst allir svona lofa bestu fyrir veturinn sko, og mér finnst líka bara fyrir okkur sem grínist á uppistandara og þú veist, svo er maður skemmt í fyrirtækjum og þú veist, út allt í einhverjum veislum að þá er þetta ógeðslega gott að hafa þessa pressu og aðhalda þú verður að semja nýtt efni, þú getur ekki mætt með sama gamla efni endalaust sko. Þetta er svona gott að hafa þess að mjög fyndi, MC Gauti sem er nú með ykkur hann kom í Banna að hlæja fór á kostum, fyrsta sem hann sagði eftir þáttinn fokk, ég þarf að semja allt nýtt fyrir uppistandi að hann var að nýta brandaranum sína ég er þetta að heyra því Banna að hlæja, þannig að hann bara fekk panik eftir þetta, ég ætla að nota þetta í nýju sýningunum En er ykkur pæling að gera spesial alltaf eftir hvern vitur? Sko það er náttúrulega pæling sko, þú veist, svo svona, bara, þú veist, hvar, minnst þetta farið að vera meira bara á netinu eiginlega sko, þú veist að svona, ég veit ekki, þú veist, hvort maður sé að fara að taka þetta upp og byrta þetta á einhverju sjónvarpsstöð. Ég væri persónulega ekki hrifin af því sjálf, bara, ef ég segi satt, þá myndi ég ekki nenn að hafa uppistandi eða eitthvað svona bit sem ég væri með í kortir í. Nei, akkurat, þú vilt ekki sína endilega allt. Nei, ég skil. Það kom alveg dagar að þú þarft kannski að fara aðeins inn á gamla efnið og bara salurinn er kaldur, sko. Já, algjörlega, og svo líka, ég meina, þú ferð í mismunandi, þú veist, fyrirtækja eða einhver veislu eða einhver brúðkaup eða skemmta, þá er svona eitthvað, herri, þessi brandari á alveg bara geðveitt vel við hér, þá veitum maður ekki endilega að vera búin að svona sína hann í sjónvarpi sko. Og svo er þetta kannski ekki heldur eins og bara þegar fólk er að gefa út special skilur bara á Netflix eða eitthvað skilur þá er það örugglega bara alvöru peningur. Já, akkurat. Þú veist, meðan kannski selur bara, við seldum sjónvarpsstöð á 500.000 og yttum öllum bröndunum. Akkurat. Það er kannski svona, ég veit ekki alveg hvort við séum bara þar með bara hvort að við séum bara of lítið, bara hvort að sé nóg mikið budget í boði fyrir það sko. Og lítill markaður. Nei, ég meina við tókum upp sko, þú veist, bara fyrir okkur sýninguna síðast, þú veist, bara til að eiga og þú veist, úr því kannski brýtum maður niður eitt og eitt bit og hendi bara inn á, þú veist, eitthvað ríl eða eitthvað svo leiðis. Bara auðvitað marketing fyrir næstu. Já, bara svona ef maður vil deila einum joke og bara, þú veist, maður er ekki að fara að nota þá kannski aftur sko, en En hvernig nálgast maður með það? Herru, bara tix.is og það er reyndar allt fullt helgina en svo bara voru við að setja fleiri sýningar í sölu og og mér finnst líka að sko fyrstu helgarnar er alltaf alveg svona ekstra skemmtilega svona spenna í hópnum, maður er ennþá aðeins að finna hvað virkar og hvað ekki sko, þannig að
Hvernig verður minn besta mann, bróður minn hann að baksveis? Þau eru öll hægt að drekka það ekki, hann eitt bara að fá sér það. Þú drekkur ekki, MC Gauti drekkur ekki, Saga, hún nú ekki að drekka mikið, Ara Eldjó drekkur ekki, Jón Jónsson drekkur ekki og Jóhann hann drekkur ekki Hann Sveppi einn með eitthvað kruppaðan hann eitt með flatan túlið hann ég skot með hliðin á Nei, já, ég var þetta sko, þetta var svolítið skemmtilegt þegar hann kom hérna í tilraunasýninguna, þá var hann svolítið svona átt að sagði hvað hann var komin í mikið nördahópa þarna sko. Ég var að spója að hengja upp bara svona skilti, bara vatnaskóur hann að baksið sko. Við getum samt eiginlega ekki slepptir alltaf þú komið til okkar þegar quiz að byrja, þá eru hent okkur í quiz. Já. Ertu með eitthvað létt handa okkur? Já, hvað hérna Erum við að keppa svona? Hvað hefur mikið tíma? Já, við erum feskið, það er ennþá 12 mínútur eftir þættinum. Ok, hérna, ég er búin að gleyma því sko, ég var búin að preppa smá hérna Það er náttúrulega í haust kemur nýtt pubquizspil, pubquiz 5 og hérna ég ætla að gefa ykkur bara hérna forskot á það, ég tók nokkar spurningur því og sko ég verð allt svo meðvirkur þegar ég er að stýra þessu þú veist að ég er svona eitthvað, hver á að fá hvaða spurningu þannig að nú setti ég þetta bara í röð 1-15, þið veljið bara númer þannig að segjum bara, hvað ég að segja 3 spurningur manni eða? Já, það er fullkominn. Steindi, vilt þú byrja? Já Okay. Fæ ég allir einu eða ferur hringin? Nei, þú velur númer Heyrður ekki hvað hann sagði? Það er ekki 3 spurningur á mann Veldu tölu, 1-15 Já, viltu ef ekki ganga hringin eða? Já, það ekki? Já, ég skal byrja bara fyrir minni fyrstu og það er, ég ætla að velja 9, það er mín tala Megum við stela? Já, ef ég klikka Já. Herru, hvaða borgarheiti var vinsalasta stúlknanafn á Íslandi árið 2024 ásamt nafninu Embla? Aþena Rétt Yes! Það er vel gert Já, geður þetta Rósald, ég segi 7, nú hvað kaldur þú Stóni? Ég valdi 9 9, ok Tókstu 7 mína? 7 minute apps, ég veist að blöð möttu vera það Ég er náttúrulega quizmestari sko, má ekki glemast Það má aldrei glemast 6 fyllurinir Drullu segjur í þessu Ég veit það nú ekki Steindi svona Roger Mio of quiz Það var alveg bara, þú veist, 50 Ennþá dansa með hotfánan Ég dílaði bara Björns að ég verð bara að fá að mæta þá ætlum við að fá byggarinn Tóknam Herru, spurning 7 Hvers konar fyrirbæri eru gorkúlur sem finnast víða Ísland? Hvað er þetta? Sveppir Það er rétt Ísæs maður, það skellur Rúni, 10 Ég þurfti svepparspurningu, ég sér það með þeim Herru, 10 fyrir auðvitað Hvaða gamla mánaðheiti er millinafn sjónvars- og útvarpsmannsins Sigga Gunnars? Sigurður Herðu, hvað mánaðheiti? Gamla mánaðheiti Gamla Blöð var erfið það, hann er bestur í þessu Ég er ekki með þetta Bestar er sterkustar á okkur 3 mjög, hann er komin í vesen í fyrst Sigur, ég bara pass Ég get ekki Ég tek bara að vera sáttu, ég sáttu við punkt Veitu, gamla mánaðarheiti Já, Eitthvað sem við notum ekki í dag eða? já, þú veist, þetta var svona Sigurður Ég er alveg tómur Já, ég líka Það er þetta Herru, það er Sigurður Þorri Þorri Þú veit það bara Ói, 1-0 Þetta er skellur Steindi, Ég ætli í ásinn þú ætlar í ásinn Hvernig eru stólarnir í þingsal Alþingis á litin? Þeir eru annarkvort rauður eða brúnir sko Ég ætla að segja þessi Ég ætla að segja þessi Í dag Ég ætla að segja þessi brúnir Það er rétt! Yes! Vel gert. Jöfnveld, ertu snillingur það? Ég veit Svo einnig Þú veist allt! Hvernig vissur það að vera brúnir? bara, þú veist, ég oft sé klippur frá Alþingi Já, þú ég varst er á miljónsum RÚV líka á Ég daginn. hvernig á litin samt sko. Ég var með 7 minute apps 13 13 Hvað hét meðlimur hljómsveitarnar One Direction sem lést sviplega í október í fyrra? Það er ég að senda þetta svartað aftur Not speak ill of the dead Við vorum að hvíla í friði hérna. Ég manna það ekki Liam Payne Rétt! Vel gert blöð Skotum maður. Ötti stelur hérna Blöð, til aðmyggju Takk, komin inn í þetta Það var stöldur Þú átt næsta Já 11 Sérleikum slúrið hérna 11 Hver gaf út ævisöguna Handritið mitt fyrir jólin 2024? Handritið mitt Handriti mitt 2024 Hver var ekki út æfisögu fyrir að maður Handritið My mitt script. Baltasar Kormákur Það er ránt Í fyrra Já, Ég síðustu jól ekki að tengja við þetta Var þetta bestseller? Ég get sagt ykkur að þessi aðli
kom til ykkar að tala Hannes Halldórsson. Já, þú varst búinn að Þú varst búinn, nú fær ekki Blöfa stig mínustu fyrir þetta Þetta var það Hannes Herru, þá var það úrslitarándi, Steindi, þú ert með 2 stig Já, Egil, varstu Nei. Það er 1-1. Nei. 1, ok, já Stóni er að valti við þetta þá ætla Byrju, ég hefur ekki farið á öfugan ring þannig að við, þú veist Jú. Já, Það sé spenna. já, auðvitað Bara 12. 12 Hvað heitir tvíburasystir Laufeyjar sem að hefur líka verið svona vinsæl á TikTok og Það ég að vita maður. Ég er ekki á TikTok Nei, Já, ég á að ég vita þetta, hún var ég er í reyndar- talentinu sko, hérna var alltaf með henni Ég er samt með gísk ef þú ég klikkar á segi það. Þóra. ránt, Þá ætla ég að segja Elín ránt Karitas Þú ert allt random gisk Já, ég varð að reyna Hvað er fyrsti stafurinn? Jóð Jóna Þetta er ekki algengt Nei, ég er ekki með það. Þetta er Júnía Jú, I was way off. Giskar ekki á það og næstu Karitas Egil, þú ert næsta Herru, auðvitað er átt Nei, ég get stólið. Já, rétt 1, 2, 3 Herru, hvaða orð nota norðlendingar og akureyringar gjarnan yfir hýði á kartöflum og eplum? Jésús Er quiz erfiðar í árið? Eðla skríti liðan Þetta fyrir er- norðan sko Þetta er Blöð veit þetta vantilega hann er frá þessu stað Hvað kallar kartöflu og hvað er ekki blöð? Nei, sko, Þetta er þetta er hýðið. hýðið Þetta er samt, þú þarf til að fara örugglega lengra en sögurkrókur Hölstur Ég ætla að stela þá Það er ekki hulstur Nei, Ég ætla að segja þetta síðan bara hérna, skinna nei Nei, ég er ekki með það. Er það flus? Flus, aldrei það ekki sko. Blöð, þú ert að vita þetta Þú Já, tryggtir þetta? Norðurlandin. Steindu búin að vinna þetta. Nei, ég get stólið. Má ég velja fyrir þig? Já, já, Það er tvisturinn ok að því hún er svolítið góð fyrir okkur að föstu dagur og svona Já, já, Hvaða orð býta aðeins já er notað yfir mælieininguna sem mælir þrýsting og tengist einnig áfengisneyslu? Hvaða orð er notað yfir mælieininguna sem mælir þrýsting? Má ég svara? Ég ætla að það er prósenda Það er ránt, Prómíl. ránt Skrifull erum við heimskimar. Þetta er staður sem að, þú veist, neytir áfengis Þú veist, Ha? þú veist, skilur orðið er Já, er þetta bar? Þetta er bar Bara. Já, Hörðu, Stóni Lamingju já, til hamingju Steindi. Það hefur unnið Það var þetta. engin sigur í þessu. Jú, ég Við vorum helviti vitlusir hérna. Það er ekki ánægð með Maður er spilið bestur- Jó, mjög skemmtilegt. Maður er bestur nýja í spilinu sófa. sem kemur í haust Spurningar úr nýja spilinu Já, kemur í október. Þú kemur bara aftur í haust þegar að nýja spili kemur. En ég tryggi ykkur með á tix.is og svo er quiz í opinni dagskrá á morgun klukkan 7 á Sín. Og svo má ekki gleyma því að það er líka að koma á sunnudaginn Brjánn. Já. Það er alltaf að gerast á Sín. Já, Og koma 2 þættir inn á Sín plus, leiknir þættir. Fór á frumsýninguna og ég bara mæli Á Brjáni. Já, á Brjáni, ég mæli virkilega með þessu. Þetta er ógislega skemmtilegt stöf Það er nú nafn sem að tengist F95 blöð svolítið. Já, já, og bara kastið er geggja, ykkar einlægur er hérna mættur að sjálfsögðu en kastið er frábært og Dóri Gylfa er náttúrulega bara fyrir að kostum í þessu, hann er í aðhaldurki og þetta er bara ógislega skemmtilegt. 2 þættir kom inn á Sín Og þessi þættir eiginlega sko tengjast það því að Dóri Gylfa er í þættinum á quiz í kvöld sem er Hann er á morgun. Klukkan sjö. sem er á sín Akkurat, það er þróttur og er ógeðslega fyndin og skemmtlegur djöfull skemmtlegur Ég veit það Tryggið ykkur, já, Sín plus, þá getið þið séð þetta allt saman. Svo minnum við að sjálfsögðu líka á, já, haustbingo blökkarsinn sem að verður 19:30 á sunnudaginn í beinni útsendingu á vísir.is og bara vísir sjónvarp eins og það heitir víst. Annars bara Töframann á þema Það koma töframenn og 11 bingo og allt. Já. Helgi Rafael Við þurfum að taka næsta, Já. bara ég er á leiðin upp í bústað hérna. Já, slúðurrið maður. Já, slúðrið. Það er allavega, við getum lofað því brakandi fest Íslands slúður líka næsta fyrst Næsta föstudag. Helgi Rafael, er það töframæður? Já, Það er töframaður sem er að gera allt vitlaust. Hann er með kompakt núna, hann er mættur aftur og það er margt að gerast í kringum hann sko. Egið hann að skóða helgi, við heyrumst á þriðjudaginn í blökastunni eða bara á föstudaginn eftir viku. Björn Bragi, takk kjærlega fyrir komuna. Gangið takk vel fyrir með, já, púðusikur í kvöld. Takk hérlega. Og bara, já, eins og ég sagði, góð helgi. Herðu sagði náttúrulega United City á sunnudaginn líka. Já. Og risa umferð í bestu deildinni, maður. United vinnur það, við munum vinna bestu liðin svo drullu á móti ruslinu Ég er til í það. Góð helgi. FM 957